Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 29. maí. Nú ríkið tekið að setjast í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna sem fóru fram 16. maí og meirihlutar hafa verið myndaðir landið þvert og endilangt, eða þar sem að mynda þurfti meirihluta, þar sem ekki voru hreinlega hreinir meirihlutar eftir kosningar. Í Reykjavík hefur verið myndaður áhugaverður meirihluti Sjálfstæðismanna, Framsóknarflokks og Viðreisnar og við ætlum að ræða þau mál meðal annars við góða gesti hér eftir þegar þau koma til mín. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Við munum fjalla þessi mál á næstu dögum og næstu vikum gerir ég ráð fyrir, en ítarlegur málefnasamningur á vettvangi Reykjavíkurborgar verður kynntur í næstu viku. En það margt að gerast í pólitíkinni. Í þinginu í gær var samþykkt loksins að gengið yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu þann 29. ágúst næstkomandi og þá munu Íslendingar svara því hvort þeir hafi áhuga á því að Ísland gangi í Evrópusambandið eða ekki. Það verður forvitnilegur slagur framundan sérmaður og öllu tjaldað til á báða bóa, bæði á þeim sem vilja fá já upp úr kjörkössunum og einnig þeim sem vilja sjá neyið ofan á. Við ætlum að ræða við pólitíkusa, hagsmunaaðila og áhuga fólkum þessi mál hér á næstu vikum. Spursmál verða á vettvangi í allt sumar sökum þessarar atkvæðagreiðslu. Mér langar svona í tengslu við það hér að benda á grein eftir Dag B. Eggertsson sem hann birtir á miðopnu Morgunblaðsins í dag. Þar vegur hann harkalega að Morgunblaðinu og starfsmönnum þess og lætur sem að við séum viljalaus verkfæri í höndum útgerðarmanna. Það fjarri sanni. Hann heldur líka því fram að það séu 2 lönd á Íslandi, Evruland og Krónuland, og hann heldur áfram að staglast á því að þau fyrirtæki sem að gera upp ársreikninga sína í erlendum gjaldmiðlum séu einhvern veginn í öðru hagkerfi en við hinn. Gylfi Magnússon, prófessor í hagfræði og margir fleiri hafa bent á það að þetta er tóm þvæla. Fyrirtæki gera upp í þeirri mynt sem þau eiga stærst og mest viðskipti í og það hefur ákveðið hagræði í för með sér, en breytir engum það hvort að fyrirtækin starfi í íslensku hagkerfið ekki. Icelandair til dæmis sem að gera upp í bandaríkjadollar, þeir greiða laun í íslenskum krónum og mikið af þeirra aðföngum eru einnig greitt í íslenskum krónum. Þannig að við þurfum að rétta þessa umræðu af. Það á líka við umræðunum útgerðina, en Dagur B. Eggertsson fer mikið þessa dagana út af skýrslu sem að Hagfræðistofnun vann það hversu mikið sjávarútvegsfyrirtæki hafa fjárfest í íslensku hagkerfi. Dagur reynir að draga upp það mynd að þetta sé allt brogað og með annarlegum blæ, en auðvitað er það ekki þannig. Sem betur fer hafa mörg sjávarútvegsfyrirtæki gengið vel á umliðnum áratugum, þó að önnur hafi gengið illa og jafnvel lagt upp laupana. Fyrirtæki sem ganga vel þau fjárfesta bæði í eigin grein og öðrum og það hefur sannarlega gerst á Ísland á umliðnum áratugum og því ber að fagna. Dagur heldur því reynda fram að það hafi einhver leyndarhyggja ríkt þessi mál og tekur það dæmi að fyrirtækjum sem að sjávarútvegsfyrirtæki hafa fjárfest í, til dæmis Eimskipafélaginu. Staðreyndin er hins vegar sú að hann getur einmitt fjallað þessi mál vegna þess að það er allt upp á borðum. Ársreikningaskrá, upplýsingar raunverulega eigendur og hvað eina er aðgengilegt á vefnum. Það er engin leyndarhyggja í kringum þessa hluti. Það hins vegar blasir við hvað Dagur B. Eggertsson ætlast fyrir í þessum skrifum. Hann er að reyna að varpa rýrð á útgerðarfélögin, sjávarútveginn og það er gert nú í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Menn vilja semsja draga úr trúverðugleika greinarinnar þannig að það verði auðveldara að hvetja fólk til þess að færa valdið yfir þessari mikilvægu grein yfir til Brussel. Þetta er ljótur leikur sem að Dagur B. Eggertsson ætti að láta af. Það kann einnig að vera að hann sé með þessum skrifum og gífuryrðum bæði í garð Morgunblaðsins, sjávarútvegsfyrirtækjanna og margra annara að reyna að draga fjöður yfir önnur mál, meðal annars þá samninga sem hann hefur gert á umliðnum árum á vettvangi Reykjavíkurborgar við olíufélög, fræga kvikmyndaleikstjóra og fleiri, þar sem að lóðir í eigu borgarbúa hafa verið afhentar án endurgjalds og þessir sömu aðilar hafa getað gert sér að féþúfu í kjölfarið. Þetta eru samningar sem eru óverjandi
Og meira segja Ríkisútvarpið sem að lítur stjórn fyrrverandi borgarritara, nánasta samstarfsmanns Dags B. Eggertssonar hjá borginni, reyndi að koma í veg fyrir fréttaflutning af þessum samningum. Þetta ótækt, þetta þarf að rannsaka betur og fara ofan í kjölinn á. Því að þessi samningar líta út fyrir að vera eins konar ólígarka samningar í anda þess sem að gerðist við fall Sovétríkjanna árið 1990. Ég ræði eins og ég segi hér á eftir við Guðrúnu Hafsteinsdóttur formann Sjálfstæðisflokksins, Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins, síðan mun hann koma hingað til mín, Marino Örn Tryggvason, fyrrverandi forstjóri Kviku. Hann ritar mjög áhugaverða grein á miðopnum Morgunblaðsins í morgun stöðu Icelandair. Hann hefur miklar áhyggjur af fyrirtækinu sem að stendur nú í ströngu í karphúsinu þar sem verður að semja við flugstéttirnar. Þá ætla ég líka að ræða við aðra góða gesti, þau Svein Tryggvason frá Tæknivurum og Önnu Laufeyju Stefánsdóttur frá Stafrænni velferð. Ég ætla að ræða við samfélagsmiðlanotkun og hvernig hún að hafa áhrif á börnin okkar. Það mjög alvarlegt mál. Fylgist þið með. En áður en að því kemur, þá ætlar Ásthildur Hannesdóttir, kollegi minn, að fara yfir það hvernig pólitíkin blasir við okkur á samfélagsmiðlunum. Jæja, það var sannkölluð Station helgi hjá okkur síðustu helgi. Ég elska svona Station helgar. Í alvöru bara annar hvítasunna á mánudaginn og þetta var stutt vika og allir sáttir. Og elsku Obba okkar, hún var afmælisvín á... Nei, hún var ekki afmælisvín. Jesús, hún var afmæliskvín á laugardaginn, já. Wúhú og allt það geggja gaman og sjálfsögðu ætlar hún að taka upp grískan sið sem að heimilar fólki að halda upp á afmæli sitt í 40 daga. Þannig að núna mun Obba bara halda upp á 48 ára afmæli sitt næstu hvað? 34 dagana í viðbót, já. Wúhú! Sömmur sæla og veisla alla daga bara, en við sendum henni bara kremjufast ammóknús. Elsku Oddfríður, til hamingju með afmælið. Íslenskasti Íslendingurinn Halla Hrund fór í sauðburð og deildi afrakstrinum á Facebook þar sem hún kjassaði og knúsaði 2 lítil og sæt lömb. Ég sjá þau. Nú hefur Halla Hrund líka efnt til svona nafnasamkeppnis. Þessi krútlegu lambakrút þarna, þau þurfa nú að fá ykkur góð nöfn. Og hvað leggur þú til, kæri hlustandi? Ég segi kannski, Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín? Já, veistu, ég held að það séu alveg fullkomin nöfn á lítulömb. Talandi Þorgerði Katrínu, hún fagnaði 10 ára afmæli Viðreisnar í vikunni, bara geri aðri betur heill áratugur af viðreynslunni. Viðreynslunni muni ekki, maður þarf ekki að segja meira. Og við náttúrulega bara óskum öllu viðreynslu fólki til hamingju með þennan áfanga. Blóm og kransar afþakkaði samt, En gellubiskupinn okkar, hún Guðrún Karls, hún hefur sennilega blessað Toggu og tilvist Viðreisnar þegar að þær hittust einhvern tímann í vikunni, en það kannski ekki vanþörf á, En já, svo tók Togga líka allhressilega á því í Alþingisræktinni með góðum hópi kvenna. Djöfnsi stemmar alltaf hjá þeim. Snúli Másson var allt annað en hrifin af forsíðustúlku The Guardian á dögunum, sem var engin önnur en einmitt the one and only Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Woohoo! Þvílíkur heiður að fá að vera svona forsíðufyrirsæta í einhverju svona útlenskum fjölmiðli. En já, henni ekkert eðlilega mikið að takast ætlunarverkið og skrá sig í sögubækurnar. Við reyndar lítinn fögnuð margra. Pavel Bartósek, fyrrum sjálfukóngur og sjálfkrýndur frontkamerukóngur, kennt okkur ýmsar eldhúslistir í vikunni og eldaði til að mynda íslenskt lamb á grískan máta. Já, nei, engar áhyggjur. Hann var ekki að hægelda lömbin hennar Hölluhrundar, Þetta var bara eitthvað lamb úr bónu, sem að Pavel reyndar segir að muni kosta miklu minna þegar Ísland gengur inn í ESB. Engin áróður eða neitt svoleiðis, Nei. En flinkur hann í eldhúsinu, kallinn. Jón Gnarr komst í smá uppnám í vikunni þegar pöntun hans frá Amazon skemmdist í flutningnum. Shit, hvað ég skil hann vel. Litla fílan sem maður færi í að maður bara væri í hans sporum. Kannski bara búin að vera að bíða eftir nýjum bumbubana eða titringsplatta eða kjálkalínu þjálfa eða eitthvað svona sem maður verslar óvart á internetinu og svo bara búm, sendingin ónýt. Pantaðu aftur og býttu aðeins lengur. Jesús, og íbarasta, shame on you, pósturinn og DHL og allt þetta. En hei, eitt í viðbót. Okkur ber siðferðisleg skylda til að hjálpa The Gnarr family. Honum vantar húsaskjól fyrir son sinn og 3 ára barnabarn.
Þeir reykja og djamma hvorugir og spila ekki á slagverðsljóðfæri. Íbúð, einhver. Hildur Sverris hefur leyft okkur að fylgjast með ævintýrunum Fuglinn í brunastiga Alþingis undanfarið. Svo mikið kjútnæs, sko. En já, það er Pínu Ponsu lítill fugl búinn að koma sér fyrir með eggin sín þar og svo gerðist það sem allir hræddust. Elsku fuglinn var bara allt í einu hvergi sjáanlegur og eggin ekki heldur. Í alvöru, fuglastríðið í Lumbruskógi var bara að raungerast. Það bara raungerðist í gær. Í alvöru, þetta er sko tráma allra barna sem tilheyra millennial kynslóðinni sko. Í alvöru, það fer bara að blæða úr gömlum sárum við þessar fregnir. Í alvöru, við ættum að hafa bara svona mínútu þögn eða eitthvað. En grunaður sökudólgur náðist á myndskeið hjá Ásu Berglindi, samfóskvísu, sem hún deildi á TikTok og maður er bara, katta ófétti sko. Jæja, maður breytir vist ekki náttúrunni, svo mikið er víst. En Ása Berglind, hún var þarna bara í Alþingisgarðinum í makindur sínum að flýja málþóf Miðflokksins þegar þessi svarti köttur mjálmaði sig svoleiðis inn í hjarta hennar. Og það reyndar gerðu þessi skemmtilegu þingmanna nafnspjöld líka sem eru, já ég veit ekki, cirka síðan 1700 og súrkáli eða eitthvað og þau Sigurður Helgi Fólksins strákur héldu bara ekki vatni yfir, skiljanlega. Þau elskar svona gamalt gós. Bryndís Haralds skellti sig með fyrsta flugi Icelandair til Feneyja á dögunum og Jesus Christ hvað fór vel hana þar. Ítalía er náttúrulega bara drauma áfangastæður. Eða þú veist, það er eiginlega bara, sko, Ítalía er eiginlega bara ákveðin lífstíl, getur bara ekki sagt það. Ekkert eðlilega næs þetta hjá Bryndísi og hennar fylgifiskum öllum. Já, sælir, kælir, hita, mælir, hvað litla líkamsrækta buffið okkar, hún Sigríður Andersen massaði yfir sig í vikunni. Hún lyfti hvorki meira en ég minna, en sko 70 kílóum í búnaðabekkpressu. 70 kíló, er það ekki bara, þú veist, 2 hún eða eitthvað? Ég myndi allavega ekki þori hana þessa, sko. Rosaleg. B-O-B-A, segir maður bara. Eyjó Peyjó er svona ljómandi ánægður með myndirnar sem að ljósmyndari Bændablaðsins smellti á honum daginn. Enda svona líka glerfínt á þessum myndum, sko. Og ég bara held að við ættum að fara inn í helgina með þessa myndir af Eyjó Peyjó bara stimplaðar inn í hausinn á okkur. Mikið lítur vel út, baby, frábært hár. Nei, ég segi svona. Góða helgi, skutnar! Og það er líf og fjör á stjórnarheimilunum, svo ekki sé meira sagt. Og í pólitíkinni almennt, og að nú sé að líða júnímánuði og flest sem bendir til þess að það verði líf og fjör í henni í allt sumar. Það er vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem nú er búið að ákveða verði haldin þann 29. ágúst næstkomandi. Við ætlum að ræða það mál hér á eftir við góða gesti sem hingað eru komnir, en við ætlum að byrja á að ræða sveitarstjórnarmálin. Þetta eru þau Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Komið sæl og blessuð. Sæl. Guðrún, svo ég byrja þér. Þið hafið endurheimt völdin í borginni eftir næstum því óslitna 30 ára eyðimerkurgöngu. Já, það var mikið gleðiefni og við gleðumst mjög. Árangur Sjálfstæðisflokksins var algjörlega frábær, ekki bara hér í Reykjavík, heldur á landsvísu og við náðum hreinum meirihlutum í 11 sveitarfélögum. Við erum að mynda með möguleika að mynda meirihluta í 20 síðan sveitarfélögum til viðbótar og eins og staðan er akkurat núna þá eftir að klára einhverja meirihluta viðræður en þá erum við buðum fram í 34 sveitarfélögum og það lítur út fyrir að við verðum ekki við völd í 5 sveitarfélögum af þessu 34. Þannig að það er alveg ljóst að kjósendur vítt og breitt landið að þeir tengja við sjálfstæðisstefnuna og treysta sjálfstæðismönnum til að leiða sín samfélag áfram og það er þetta sérstaklega gleðilegt að eftir áratuga eyðimerkurgöngu hér í Reykjavík að þá tókst Hildur Björnsdóttir að brjóta ísinn og hún er búin að mynda hér meirihluta þannig að það verður hægri sveifla í borginni og andi sjálfstæðisstefnunum mun svífa yfir tjörninni og vötnum hér næstu 4 árin og ég er afskaplega ánægð með þá niðurstöðu. Sigmundur, það hefur verið kraftur í ykkur í Miðflokknum, þið buðuð víða fram, þið komust víða að en svona tekjurnar af þessu er ekki svo mikla að þið eru eiginlega víðast hvar í minnhluta. Já, kerfið vann í bili og þetta er auðvitað sérstaklega svekkjandi í Reykjavík þar sem að gafst einstakt tækifæri sem að kannski fáir gerðu ráð fyrir að kæmi endilega aftur.
til að breyta hér raunverulega stefnunni þeirri braut sem að Reykjavík hefur verið á. Hún hefur verið að þróast jafnt og þétt yfir í að verða rauða Reykjavík. Gamla góða íhaldið, ef svo maður segja, hefur flutt úr borginni til nágranna sveitafélagana. Í staðinn hefur verið flutt inn fólk frá útlöndum og vinstri stefna hefur gegnsýrt allt stjórnkerfið í Reykjavík. Ef menn hefðu raunverulega viljað breyta þessu, þá hefðu þurft skýra stefnu hjá nýjum meirihluta og slíkt tækifæri gafst. Sjálfstæðisflokkurinn í aðdraganda kosninga aðlagaði sig að gagnrýni okkar, ef svo má segja, stefnu Miðflokksins á undanförnum árum og tók að gagnrýna eitt og annað sem að var sannanlega og hefði fyrir verið betra að gagnrýna. Svo gerist það að Sjálfstæðisflokkurinn með sína nýju fulltrúa nær meirihluta tveggja flokka með 3 fulltrúum Miðflokksins, höfundum stefnunar, ef svo má segja. Þannig að það var borðleggjandi tækifæri til að laga Reykjavík, bjarga Reykjavík, myndi ég segja. Og þá eru viðbröðin þessi. Þurfum að reyna að leita breiðari skírskotun. Við þurfum að reyna að gera alla glaða, sem að hafa að mínum mati verið grundvallarmistök Sjálfstæðisflokksins og fleiri flokka á Íslandi og víðar um lönd undanfarin ár. Að þá langar svo að reyna að gleðja þá sem að munu aldrei kjósa flokkin og fyrirlít hann jafnvel og stefnu hans. Þannig að þetta er mikil synd að þessu tækifæri hafi verið kastað á glæ. En stefnan sem að þeir boðuðu virðist vera að ná í gegn samkvæmt þessum meirihluta sáttmála, er það Vistu það? Já, menn tala þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hafi fengið allt sitt í gegn. Það eru þetta einhverja málamiljónir en svona holt og bolt virðist flokkurinn standur með pálmann í höndunum. Mér er sagt að þeir fái formennsku í öllum nefndum og þetta verður bara mjög þægilegt. Ég ger ekki lítið úr því að kerfisflokkar þrái formenskur í nefndum og stöður fyrir sitt fólk. Þar liggur vandinn. En telur einhver að það verði raunverulega gripið inn í á meðan það er ennþá hægt með borgarlínu. Algjörlega galið verkefni sem mun kosta óendanlega peninga og vera baggi á skattgreiðendum, ekki bara í Reykjavík heldur allt land til allra framtíðar. Telur einhver að verði gripið þar inn í? Telur einhver að mannréttindaskrifstofan sem að Hildur Björnsdóttir ætlaði að leggja niður, verði lögð niður í þessum meirihluta? Heldur einhver að það verði horfið almennilega frá þéttingarstefnunni og öllum þessum atriðum og öllu ruglunu, öllum tilraunum vinstri mannanna til að stýra samfélaginu? Verður horfið frá því með Viðreisn og Framsóknar einar þarna í meirihlutanum? Er ekki Björg Magnúsdóttir og Einar Þorsteinsson fyrir sjálfstæðismenn? Já, en að hinni típunni. Veistu það, Sigmundur, mér finnst þú allt og neikvæður núna í garð nýs meirihluta. Ég er full bjartsýni. Sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur hér í borginni. Og ég ætla að minna á það að Ólafur Þ. Harðarson, stjórnmálafræðingur, var búinn að segja hér í viðtali hér fyrr í vetur að ef einhver flokkur myndi fara yfir 30% fylgi í borgarstjórnarkosningunum, þá yrði það pólitískt sögulegt. Og það gerðum við. Og það gerði Hildur Björnsdóttir. Hún leiddi sitt lið, sinn lista til sigurs á skýrri stefnu Sjálfstæðisflokksins. Og við fengum enga stefnu lána hjá Miðflokknum. Aftur á móti hefur Miðflokkurum sí og æ verið að fá ýmislegt lána hjá okkur. Og mér langar að óska Miðflokknum til hamingju með góða sigra vitt og breytt landið og góða sigur líka hér í Reykjavík. Og þar voru við með öflugan oddvita sem er okkur sjálfstæðismönnum á góðu kunnur og við vitum vel að það, ég bind mikla vonir við að það verður bara gott samstarf við fulltrúa Miðflokksins sem að sitja í borgarstjórn við þann meirihluta sem hér er tekinn til starfa. Og það er algjör þvæla að fara að tala um það að hér sé eitthvað vinstri stjórn tekinn til valda í borginni eða að taka til valda. Kerfistjórn. Þetta er bara rugl. Sko, hér er skýr stefna Sjálfstæðisflokksins sem rétt sem að í málefnasamningnum sem að við fengum að kíkja inn í Viðey fyrradag og á að kynna okkur miklu ítarlegra á þann 2. júní þegar að nýr meirihluti tekur við að öll stefnumál Sjálfstæðisflokksins eru þar inni. Það er rétt sem þú segir að við tökum það er bara einn Sjálfstæðisflokkur á Íslandi, Sigmundur, og það vistu. Við erum að taka við formennsku í nánast öllu nefndum og það nú er það þannig.
Hildur Björnsdóttir verður næsti borgarstjóri. Það Hildur Björnsdóttir sem sest við stýrið og það Hildur Björnsdóttir og hennar fólk á lista sem mun leiða breytingar í Reykjavík á næstu 4 árum. Hún vann þessar kosningar vegna þess að hún var með skýra sýn hvernig hún sér borgina til framtíðar litið og ég held að Sigmundur Davíð og Miðflokkurinn þurfi ekki að hafa áhyggjur af því, það verður tekið til í Ráðhúsinu, borgarlínuverkefnið, það verður endurskoðað, þau munu velta við hverjum steini í átt að hagræðingu, ná betra skipulagi og svo framvegis. Þetta kemur í ljós 2. júní, en það voru margir sem bundu vonir við að meirihluti Sjálfstæðismanna og Miðflokksins yrði að veruleika ef að það myndi takast í kosningum að koma þeim yfir 12 manna markið. Það hafa verið úrsagnir úr Sjálfstæðisflokknum veit í kjölfar þessa og það eru margir sem hafa haft uppi stór orð að menn hafi verið sviknir. Nefna það að Einar Þorsteinsson hafi ekki myndað meirihluta með Sjálfstæðisflokknum 2022 og svo hefur nú Viðreisn aldeilis gert sitt í því inn í borgarstjórnina að halda Sjálfstæðisflokknum frá völdum á síðustu árum. Ekki verið að verðlauna ranga menn með þessu? Alls ekki. Hvernig getur þú haldið því fram? Alls ekki. Nú eins og ég sagði áðan, Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri. Hildur Björnsdóttir mun stýra þessu flegi farsalega. Ég hef fulla trú á henni til þessa verkefnis sem hún hefur tekið að sér. En hún að koma til valda flokkum sem að útilokuðu Sjálfstæðisflokkin síðast. Þú getur ekki litið fram hjá því. Pólitík pólitík. Og við getum aldrei, Sjálfstæðisflokkurinn, hann gengur aldrei bundinn til kosninga. Það gerum við ekki. Og ég skil vel að það sé einhverju kjósendur Sjálfstæðisflokksins og mjög margir kjósendur Miðflokksins ósáttir við hvernig þessi niðurstaða og hefðu vilja sjá meirihlutann öðruvísi skipaðan. Hitt annað mál. Hildur Björnsdóttir hélt á því verkefni að mynda hér traustan og góðan meirihluta sem að myndi ná árangri. Hún vegur og metur þá kosti sem eru fyrir framannana og þetta niðurstaðan. Og ég treysti henni til þess að gera þær breytingar sem að hún lofaði að gera í kosningabaráttunni og færa Reykvíkingum breytta og nýja borg. Margir segja að Sjálfstæðismenn hafi ekki getað hugsað sér að vinna með Miðflokknum út af því fólki sem að gerðist liðhlaupar úr Sjálfstæðisflokknum og fór yfir í Miðflokkin og þið tókuð á móti, Mörtu Guðjónsdóttur, Kjartani Magnúsinni og Helga Áss Grétarsinni. Eru óstjórntæk? Sko, áður en koma því að bregðast við nokkrum atriðum hjá Guðrúnu. Það alveg rétt sem Guðrún segir að við höfum talað fyrir ýmsu sem að gamli góði Sjálfstæðisflokkurinn talaði fyrir, og raunar fleiri flokkar, talaði fyrir skynsamlegum hugmyndum. Við fórum til dæmis að tala að það þyrfti burt með báknið. En við stálum því ekki, ég fann það í ruslagámi, því að það hefði verið hent. Og við björguðum því. Og vonandi tekur Sjálfstæðisflokkurinn upp þá stefnu aðra og eitt og annað sem var gott hjá þessum flokki áður en hann breyttist í kerfisflokk. Flokk sem alltaf núna í þeirri stöðu að leita að afsökunum fyrir því að gera ekki það sem að stuðningsmenn flokksins ætlast til og langar til að sjá gerast. Við sjáum allt land núna. Það verða að stökkva með einhverjum vinstrimönnum í stjórnarmyndun eftir þessar sveitarstjórnarkosningar í stað þess að mynda þá meirihluta sem að væri best til þess fallnir að fylgja eftir þeirri stefnu sem að kjósendum var lofað fyrir kosningar. Og mér finnst þetta leiðinlegt fyrir þessi sveitarfélög en leið þetta áminning það að það bara einn Miðflokkur og það verða engar alvöru breytingar án Miðflokksins. Sjáðu bara Reykjavík. Ef að það hefði farið svo, Sjálfstæðisflokkurinn hefði fengið 8 fulltrúa og Miðflokkurinn 4, þá hefði ekki verið annað að ræða en að mynda meirihluta þessara flokka. Og þess vegna geta þeir sem að trúa það sem að listi Sjálfstæðismanna í Reykjavík boðið, það sem að listi Miðflokksins í Reykjavík boðið, þeir geta best tryggt þá stefnu með því að styðja Miðflokkinn og með því leið reynt að leiðbeina Sjálfstæðisflokknum eins og ég hef nú reynt að gera með takmörkuðum árangri í allmörg ár, þó að sé ekki mitt hlutverk. En varðandi svo afsökunina, þá hlaut hann alltaf að vera. Er það afsökun? Þetta fólk sem rakst gríðarlega illa þarna í þessum hópi og var raunar hent út af listanum vegna hegðunarvanda? Hegðunarvanda, þetta,
Já, þú verður að ræða það við það fólk og Hildi hvort að það sé ástæðan. Ég held að þessu fólki hafi verið hent af listanum eins og þú segir vegna þess að það hafði gagnrýnt eigin flokk stundum gagnrýnt hann fyrir að standa ekki fyrir þessum flokkur nákvæmst síðan að standa fyrir kosningum. Það er að segja tekið undir gagnrýni Miðflokksins sem að Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík síðan tekur upp og vinnur kosninga sigur út á. Og þá í örvæntingu sinni til þess að geta réttlætt áframhaldandi kerfisstjórn í Reykjavík og sigur kerfisins þá fara menn að leita að afsökunum. Og það gengur afskaplega illa með leitina. Þannig að menn nefnda á þessu, já, við verðum bara að afþakka þetta út af fyrrum félögum okkar sem voru reyndar alveg sammála stefnu sem við tókum upp núna en við getum ekki verið með þessu. Það afsökunin sem að Hildur gefur í samtölu við Ara? Já, þessu var mjög dreift þarna strax og við sáum að ýmsir voru kallaðir til Björn Bjarnason skrifaði þetta og gagnrýndi, ef ég man rétt, Kjartan og Mörtu fyrir níð Hildi Björnsdóttur og vísaði í greinar. Svo þegar þær greinar voru lesnar, hvað snerust þær? Að benda á að Hildur hefði verið hlynnt þéttingastefnunni og bílastæðaleysinu og öllu þessu sem að flokkurinn síðan flippaði. Og gerði meira það, hann hugði líka að ímyndinni og Friðjón Friðjónsson var látinn hverfa af lista. Af því að mann gerði sig grein fyrir, ef að hann þarna, þá kannski kemst upp okkur að við séum þá eins og við vorum. Í staðinn Brynjar Níelsson settur ofarlega á listan til að sína, sjáði, Sjálfstæðisflokkurinn ekki lengur vók. Það að verða breyting hjá okkur. Hvað gerist síðan eftir kosningar? Brynjar, vertu úti. Friðjón, leiddu meirihluta. Nei, nú verð ég að stoppa þess að Brynjar ekki úti. Brynjar situr í 3. sæti listans. Hann fekk að heyra meirihlutum á sama tíma og fjölmiðlarna nánast. Sigmundur, nú og allir listin. Nei, hættu nú. Nú ertu bara komin á langt í einhverju frústrasjón og Sjálfstæðisflokk. Nei, þetta er ekki staðreyndin ég var áhyggjur af ykkur, ég skal viðurkenna, ég var áhyggjur af ykkur. Já, það er gott og ég vil ennþá hjálpa. Já, takk og við gerum þetta saman. Ég sé krókódíla tár á hvarmi. Nei, sko, staðreyndin er bara svo að frá því ég tók við flokknum hef ég lagt gríðarlega mikla áherslu á að flokkurinn fari aftur í rætur sínar. Að við finnum aftur grunngildi sjálfstæðisstefnunnar. Þú fær ekki til vinstri. Býttu nú við, leið mér aðeins, að ég hef lagt mjög mikla áherslu á grasrótarstarf. Við byrjuðum að vinna þessu sveitarstjórnarkosningum í lok apríl í fyrra. Nokkru vikum eftir að ég tók við formennsku í flokknum. Við erum að uppskera Sjálfstæðisflokkurinn, þannig allt tal þitt að stefna Sjálfstæðisflokksins lifi einhvern veginn í miðflokknum, það er bara ekki rétt vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn, hann er stór sigurvegari þessara kosninga. Við erum með 128 fulltrúa á sveitarstjórnarstiginu. Við erum með fleiri fulltrúa heldur en allir pólitíski flokkar samanlagt. Þannig eins og ég sagði hér upphafi, það er ekki hægt að líta fram hjá því að árangur Sjálfstæðisflokksins hann er stórkostlegur og við erum með frábært fólk á listum hringinn í kringum landið sem að hafa tekið að sér að standa í stafni og vinna eftir sjálfstæðisstefninu og það var hún sem sigraði þessar kosningar. En af hverju gat Hildur ekki hugsað sér að vinna með Miðflokknum? Veistu hver skýringin á því er? Nei, ég veit það ekki. Hún aftur á móti situr bara með það verkefni að mynda sterkan og góðan og starfhæfa meirihluta sem að hún og gerði. Ég ætla ekki að dvelja og ég held að við ættum ekki að dvelja of mikið við það eða draga eitthvað sem hafa skrifað greinar eða eitthvað sagt eitthvað. Þetta er bara staðan. Og nú þarf þetta fólk allt saman sem hefur myndað meirihluta í borginni að láta verkin tala. Við munum dæma þennan meirihluta af verkum sínum. Það er búið að bjóða... Ég hef trú á þessu fólki og eins og ég sagði hér áðan að ég er nú bara vegna þess að ég þekki Ara Edvald bara af góðu einu. Ég er nú bara vonast eftir því að hann taki því boði sem að Hildur Björnsdóttir hefur boðið honum að verða stjórnarformann í Orkuveitunni sem er eitt mikilvægasta fyrirtæki. Þetta væri svo ákvörðun glórulaus. Af hverju? Vegna þess að hann þarf að halda upp í stjórnarandstöðu. Þetta er bara alls ekki glórulaust. Hann var að tala það áðan að hann ætlar að hjálpa okkur. Hann Sigmundur Davíð. Voru okkar þú sammála, Sigmundur? Ég ætla að reyna að leiðbeina. Hann er góður rekstrarmaður. Það er augljóst að Ari getur ekki tekið þessa stöðu með neinum skilyrðum. Hann þyrfti að vera í þessari
ef hann færi í hanna í þessari stöðu til að geta það gagnrýnt innan Þetta er bara Orkuveitunnar og byltingur. auðvitað birtist það þannig Nei, hætti en En við sjáum sjálfstæðismenn ekki nóga fulltrúar sem geta orðið stjórnarformaður. hvað setur með þetta en var þetta eiliða verkefni mitt sem ég var reyndar að gefast upp á að bjarga Bjarga Sjálfstæðisflokknum leiðbeina þeim á rétta brautir. Ég vil allir finna það besta hjá sér. Framsóknarmenn, Sjálfstæðismenn, Vinstri grænir, kannski Þú ert að vasast í svo mörgum flokkum. Ég veit það og búin að vera lengi. Og myndi nú segja, sko, sem svona lokar ágjöf til Sjálfstæðismannanna í bili, að ef þú vilt eignast nýja vini, þá er gott að vera ekki stöðugt að reyna að drepa þá í þessu tilviki pólitískt séð. En hvað það? En því nú ekki að neita, Sigmundur, að Sjálfstæðisflokkurinn tók nú að sér að manna mjög marga lista. Alveg hárrétt hjá þér. Þannig að við vorum að hjálpa ykkur kannski. Vorum við ekki að hjálpa ykkur? Það kom margt fólk, ef þú lítur svo að þið eigið þetta fólk, að það sé eign Sjálfstæðisflokksins, þá má kannski segja að það hafi gefið okkur það, en ástæðan fyrir því að fólkið kom var svo að Sjálfstæðisflokkurinn hafi yfirgefið þá sýn sem að það taldi að Sjálfstæðisflokkurinn ætti að byggja á. Þetta fólk kom bara yfir til ykkar Sigmundur af því að það var búið að sparka því út úr flokk. Ertu að tala aftur Kjartan og Mörtu sem að er ekki einu sinni vara borgarfulltrúar? Já, Helga Ás. Já. Þetta er svekkelsi og ég rifja það bara aftur upp svekkelsi fyrir ykkur. Ég rifja það bara aftur upp hvers vegna þessu fólki var eins og þið orðið það sparkað. Það var vegna þess að það hafi staðið fyrir stefnu sem að flokkurinn síðan tók upp og þótti óþægilegt kannski í herberginu væri einhver sem að hafði myndað á þetta á meðan tækifæri var til. Sjálfstæðisflokkurinn tæplega 100 ára gamall flokkur og hann hefur náð þeim háa aldri vegna þess að stefna Sjálfstæðisflokksins er skýr og hún hefur lifað allar þessar samfélagslega breytingar sem við Íslendingar höfum gengið í gegnum og mun gera það áfram. Já, sko, allir þetta er rétt, en ég var ekki búin að klára greininguna vegna þess að stefnan var skýr, hún var skýr og þú nefnir hérna að Ólafur Þ. Harðarson, Sjálfstæðisflokkurinn er nú fann að leita til sérfræðinga sem maður hefði kannski ekki talið að hann myndi leita til, sósíalistar í Reykjavík, mjög ánægðir með meirihlutann, en sko, málið engu að síður, hvað varðar þróun Sjálfstæðisflokksins, er að hann hefur verið á sömu leið og til dæmis breski íhaldsflokkurinn. Breski íhaldsflokkurinn elsti stjórnmálaflokkur í heimi, ráðandi í stærsta heimsveldi sögunar og er núna að fjara út vegna þess að hann misti sambandið við ræturnar. Hann gleymdi sjálfum sér og varð að kerfisflokki og við sjáum dálítið svipaða hluti gerast með Sjálfstæðisflokki núna. Það er nefnt hér að Ef svo ert þú þá fulltrúur í form í Bretlandi? Við getum aðeins leikið okkur með þá kenningu, en bara til að klára setninguna, varandi Ólaf Þ. Harðarson og kenningu hans sem að yfir 30% væri ótrúlegur sigur. Sjálfstæðisflokkurinn náði mjög góðum sigur í Reykjavík og alland í stjórnarkosningum. Engin ágreiningur það. En það að vera komin í þá stöðu að það væri stórkostlegt að komast yfir 30, það er samt ekki sögulegt með að hafa náð 60% í Reykjavík. Mjög einstakar aðstæður í Já, en yfirlega í hreinum meirihluta í Reykjavík. Þannig að einhver hefur breyst og förum til Bretlands aftur. Nei, við höfum ekki verið að stýra borginni hér í áratugi. Þetta er söguleg... Og samt ekki náð meiri árangri. Þetta er söguleg úrslit sem að urðu hér í sveitarstjórnarkosningunum. Ég er ekki að gera lítið úr því og hef óskað þér og ykkur öllum til hamingju með það. Og mér finnst það bara fínt. Guðrún, Sigmundur Davíð, er hann Nigel Farage okkar Íslendinga? Er það? Ég er að spyrja þig, ekki Sigmund, þetta er ekki kvísluleikur. Nei, er hann átrúlega góðið? Nei, en ég hugsa, ég ætla að svara sér þannig, ég ætla að vera bara heiðarlega hér. Ég hugsa að Sigmundur horfi nú oft á svona einhver ríl og myndbönd og lesi sitt hvað eftir Nigel Farage. En ég meina krút en hann. Ha? Ég meina krút. Já. Já, það ekki. Við erum samanst það. En hvað sem við viljum... Föstudagur í okkur. Hvað sem við viljum lesa í Reform, Viðreisn. Viðreisn heitir Reform á ensku. En ég er að tala breska Reform og Miðflokkinn. Þú ert nú stundum að horfa til þeirra? Ég myndi segja
að, ef ég vissi ekki betur, þá væri þeir að horfa til mín, því að ég er búin að vera að tala fyrir öllum þessum málum sem að hafa skilað þeim árangri, frá því að Nigel Farage var, ég veit ekki, að vinna í banka eða einhvers staðar annars staðar. En ég er ekki að segja að þetta sé systurflokkur okkar, en það er ýmislegt samt svipað í stjórnmála þróunni, þar sem að gömlu flokkarnir hafa gleymt því fyrir hvað þeir standa og gleymt prinsipulum sínum og eru í bransanum bara fyrst og fremst til þess að fá að vera í meiri hluta út til að nefndarformennskum og öllum mögulega. Nei, auðvitað, þú ert í pólitík til að hafa áhrif, Sigmundur Davíð. Og þú ert svektur núna yfir því að vera ekki meira hlutanum í borginni, þannig að þú gætir verið að skipa þessar nefndir og verið að hafa áhrif á hvernig væri verið að vinna hlutina. Ég er svektur yfir því að stefnunni verið ekki fram. Ert þú að skipa nefndirnar í Reykjavík? Nei. En akkur væri Sigmundur að því ef að þeir væri meira? Nei, ég er að tala um það að hann er að tala fyrir hönd síns flokks hér. Já, ok. Og mér heyrist nú bara, Sigmundur líka vera að tala um það að Miðflokkurinn sé bara æðsta pólitíska afl í heimi. Svona meðan við hvernig þú talar reform Við getum kallað sem frumkvöðlar. Í heimi. Það er allar hugmyndir til einhvers staðar áður en við höfum náða einhvern veginn að reyna að velja úr það besta úr heiminum en að því að nefnir þetta með að skipa hvort að Guðrún eða ég einhver skipi í nefndir þá liggur það þó fyrir að einn stjórnmála formaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hún lagði einfaldlega línurnar til sinna bæjarfulltrúa sveitarstjórnarfulltrúa með hverjum þeir mættu starfa og hverjum ekki. Og þetta þótti Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík bara alveg ásættanlegt og lyftu Þorgerði Katrínu og Viðreisn upp akkurat á þeim tímapunkti þegar búið var að tapa sveitarstjórnarkosningum og allt í tómi tjóni með Evrópusambandsmálið, þá kosið að lyfta Viðreisn upp. Er þetta ekki alveg málguðrún meðal annars í ljósið að Þorgerður Katrín var mjög augljóslega með puttan í því að koma í veg fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn kæmist í meirihluta fyrir ári síðan þegar að Einar Þorsteinsson sprengdi, þá var þetta meirihluta í borginni? Ég held að það sé ekki hægt að undanskilja Ingu Sæland og hennar þátt í því líka. Nei, en Flokkur fólksins er ekki meirihluta í borginni núna, það er Viðreisn. Já. En sko, ég vil aðeins fá að skjóta inn í þetta hjá vini mínu Sigmundi Davíð. Að sko, allavega er það alveg skýrt að formaður Sjálfstæðisflokksins var ekki að skipta sér af því hvernig meirihlutar væru myndaðir hér á sveitarstjórnarstiginu eftir þessar kosningar. En það sjáum við það að Sjálfstæðismenn er að mynda alls konar meirihluta vítt og breytt um landi. Og mikið til vinstri? Já, Pólitík sem þú kallaðir eftir? Býtu. Við erum með, eins og ég nefndi áðan, við erum með hreina meirihluta í 11 sveitarfélögum á Íslandi. Við erum með hér hreina meirihluta hér á stór höfuðborgarsvæðinu eins og í Garðabæ, Kópavogi og Seltjarnarnesi og við erum að mynda meirihluta hér í borginni og í Hafnarfirði. Þar var farið með Viðreisn og Samfylkingu, með Viðreisn í Mosfellsbæ, í mínum heimabæ, þar var kynntum meirihluti í gær, það var með Samfylkingu, Vilhjálmur, vinur minn í Reykjanesbæ, með Miðflokknum. Frábærlega hefnað, allir glaðir, Reykjanesbæ bjargað. En í stað þess að nýta það sem Reykjanesbæ er bjarga vegna þess að þar er komin frábær bæjarstjóri, Sjálfstæðismaður Vilhjálmur Árnason sem er með skýra sín og ætlar að leiða breytingar í gegn í Reykjanesbæ rétt eins og Hildur Björnsdóttir ætlar að gera hér í Reykjavík. Það eru sjálfstæðismenn sem sitja núna við stýrið í meirihluta sveitarfélaga á Íslandi. Við erum stór sigurvegara þessara kosninga þannig að það verður mjög ánægilegt að eftir 4 ár þegar við metum síðan árangurinn sem af þessu verður. Þú sagðist myndu dæma meirihlutinni borginna verkum sínum og ég held að það sé rétt. Og ég held að við munum gera það öll. Rétt að gera það. Já. Þið sláist hér eins og hundur og köttur út af sveitarstjórnarmálunum, þar sem að þið hafið ekki náð saman á öllum sviðum. En það er á einu sviði sem að þið eruð svona í grunninn sammála. Það varðar þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að nú hefur verið ákveðið að ráðast í 29. ágúst. Þið svona tókust á við þetta mál núna í lok þingsins með dálítið ólíkum hætti. Þið dróðu ykkur út úr umræðunni, ég leyfi mér að segja nokkuð skyndilega þegar fór að líða á tímann.
Þið heldur mönnum við efnið aðeins lengur. Einhverju held að þið myndu reyna að þvinga Þórunni Sveinbjarnardóttur til þess að nýta kjarnorkuhnappinn 71. greinina til að þvinga þetta í gegnum þingið, en þið viljast hafa gefist upp líka. Já, gefist upp á hverju. Það væri alveg satt að segja við þeim að tala endalaust ella hefði gefist upp. En við allavega fengum það fram að þingmönnum, öllum þingmönnum, yrði leyft að skoða leyniskjölin sem að þá eru enn því miður bundin trúnaði. Við náðum því fram, það hefði svo sem verið hægt að ræða þetta mál. Ég var raunverulega ekki búin að komast nærri þeim stað í þetta var í málþóf. Ég átti margar ófluttar ræður eftir Evrópusambandið. En ef við höfum talað mjög mikið lengur, þá hefði þurft að færa dagsetninguna og það hefði bara verið prýðilegt, en þau geta bara fært hann viku, þannig að það þóttu meiri verðmæti til fólkin að menn fengju aðgang að þessum gögnum það hvað Þorgerður Katrín er búin að vera að bauka. Hvað er málið með þessi leyniskjöl? Hvað hafa þau að geyma? Ég hef ekki hugmyndu það, ég fór ekki að skoða þau í gær. Nei, ekki ég heldur, vegna þess að ég vil geta tjáð mig það sem er búið að vera í gangi, en taldi það mikilvægt að aðrir þingmenn hefðu aðgang á þessu til að geta lagt á þetta mat. Er það múlbinda fólk með því að opna þetta gagnaherbergi? Með því að opna það? Já, þar sé að þú talar eins og að menn séu múlbundnir eftir að þeir hafi farið inn í þetta herbergi? Já, en þeir geta varla verið múlbundnir síðan þegar upplýsingarnar fara að koma í ljós, og það hlýtur að fara að koma í ljós hvað Þorgerður er búin að vera að bauka á tugum funda með fulltrúum Evrópusambandsins meðal annars þessi áform. En já, okkur brá aðeins í brún þarna sent á kvöldi áður en að tilkynnt var nýja meirihluta í Reykjavík. Og maður hlaupandi upp í þingsetningi. Það er ekkert orsakasamband þar á milli, ekkert Sigmundur. Nú ertu komin of langt. En menn voru bara á mælskrá og rétt að byrja. Aðalleikarar í þessu kannski að fara í sína fyrstu eða aðra ræðu. Akkur dróðu ykkur út svona skyndilega ef að það tengdist ekki meirihluta viðræðunum? Hver var ástæðan ef það var ekki þessi? Þingflokksformenn voru búin að ræða það að umræðum þetta mál myndi taka enda á þriðjudagskvöld. Og það var eitthvað samtal sem hafði átt sér stað við forseta þings og við vildum halda þann samning eða það samtal sem hafði átt sér stað og standa við okkar orð. Af hverju gerðu þið samningu það? Það verður að ræða við þingflokksformann minn Ólaf Adolfsson. Hann ákveður það ekki upp á sitt einsdæmi, ég trúi því ekki. Það var ákveðið að það var tekin ákvörðun það að þessi umræða myndi klárast fyrir 29. maí þannig að ríkisstjórnin gæti farið með þetta eða haldi sér við dagsetninguna. Var það eitthvað metnaðarmál? Það var metnaðarmál hjá þeim. En var metnaðarmál hjá ykkur að gera Þorgerði Katrínu það kleift að setja þetta á þessa glórulausa dagsetningu? Nei, rétt eins og Sigmundur Davíð sagði hér áðan, við höfum getað farið að talað og senka málunni þá viku. Ja, þið gerðu það í veiðigjaldamálunni eins og ekkert væri. Töluðu alveg út í eitt, maður var alveg að verða vitlaus á okkur. Já, og þú hefur ekki orðið jafn vitlaus þá núna. Jú, ég Málið ekki skánað það. Mín skoðun er svo að við munum ekki vinna þetta mál og þá tala ég það vegna þess að vinna það með neigi, vegna þess að ég er andsnúið því að ganga inn í Evrópusambandið. Ég er á móti því. Við munum ekki vinna þá baráttu inn í þinginu. Það er alveg ljóst að það er þing meirihluti fyrir því að keyra þetta mál í gegn. Og þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla. Við sjálfstæðismenn, við ætluðum ekki að greiða atkvæði gegn því að þjóðin fengi að segja hugsin í einhverju máli. Þannig að þið eruð ekki á móti því eins og Þorgerður Katrín og hennar fólk hefur haldið statt og stöðugt fram? Móti. Því að þjóðin fengi að segja svona skoðun á þessu? Þau eru alltaf að halda því fram að við treystum ekki þjóðinni. Þetta er algjört bull og vitleysa. Vitaskuld treystum við þjóðinni. Treystum við þjóðinni gegnum alla kosningar sem eiga sér stað hér í þessu landi og þetta eru bara kosningar. Þannig að við treystum þjóðinni til þess að kjósa í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég hef sagt það og við vorum með breytingatillögu sem að ríkisstjórnarflokkandi felldu í gær að dagsetningin hún myndi hnikast aftur í október til 17. október. Þau höfnuðu því algjörlega vegna þess að ég taldi að það væri betri tímasetning með hagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi að gefa fólki meira rárými til að setja sig inn í máli þegar að lífi væri öðrum takti heldur í sumarleyfistakti.
Þau hafna því algjörlega. Það mín skoðun að þessi dagsetning sem þau velja 29. ágúst ekki valið með hagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi. Þetta úthugsuð dagsetning af hendi ríkisstjórnarflokkana og þá nefni ég Samfylkinguna og Viðreisn vegna þess að ég held að flokkur fólksins, hann auðvitað á móti málinu en ætlar ekki að setja sig á móti þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ég held að það hefði ekkert fengist út úr því fyrir okkur í stjórnarandstöðunni að fara í málþóf í þessu máli vegna þess að það sem við vorum að afgreiða í gær var þjóðaratkvæðagreiðsla. Það var ekki máli sjálft. Núna erum við komin út úr þinginu með málið og núna getum við hafið í raun þessa baráttu gegn því að Ísland gangi inn í Evrópusambandið. Út frá þessum röksemdum sem þetta var ekki bara eðlilegt að fólk drægi sig á mannréttindaskrá og hleypti þessu í gegn þannig að menn geta tekið til við að ræða efni máls og síðan skunda á kjörstað í lok ágúst. Já, þetta var síðasta tækifæri þingsins til þess að ræða þessi mál áður en að það fer í atkvæðagreiðslu og þingið að mínum mati átti þessum að leita allra leiða til þess að koma skilaboðum afstöðu stjórnmálamannanna á framfæri og þetta algjörlega ótækt að til dæmis eins og þingmenni Flokks fólksins skuli bara svara því til að þetta sé leynileg atkvæðagreiðsla og menn gefi ekki upp afstöðu sína endilega í kosningum. Sko. Lilja Rafney gerði það í gær. Já, reyndar. Já. Þetta gildir ekki stjórnmálamenn. Sko. Það ekki þannig að stjórnmálamenn getur farið í kosningar. Ég ætla ekki að gefa upp afstöðu mína af því þetta eru leynilega kosningar. Þetta einhver tómillsa. En það rétt að Lilja Rafney sagði þá hvað hún myndi gera í atkvæðagreiðslunni sjálfri og gærkvöldið myndi mig á fyrri atkvæðagreiðsluna með Evrópusambandsumsókn þegar að maður sá þingflokksformann Flokks fólksins hlaupa á milli sinna manna og leiðbeina þeim skulum við segja og svo til forsætisráðherrans og aftur til eigin þingmanna. Þannig að það var greinilega krafa það að menn segðu ekki of mikið þetta og þannig hefur þetta mál allt saman verið keyrt frá upphafi. Tökum þetta örstuð saman. Málið kynnt hérna skyndilega á blaðamannafundi án þess að þingmenn hafi vitað hvað til stæði nema þeir höfðu lesað það í erlendum fjölmiðlum. Málið fyrir ekki samráðsgátt stjórnvalda eins og lög gera ráð fyrir. Ekki kynnt fyrir utanríkismálanefnd. Mælt fyrir því strax á fyrsta þingfundadegi eftir öllu öðru rutt út af dagskrá. Vinna nefndarinnar snýrist aðalum það að reyna að koma í veg fyrir að menn fengi að sjá hinn ýmsu gögn. Og ef ekki hefði verið fyrir Morgunblaðið, þá hefði til dæmis kannski ekki verið rætt grundvallar plagg málsins sem samningsafstaða Evrópusambandsins, forsendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðræðum sem nú reynt að endurlífga. Það kom fram í fjölmiðlum og raunar ekki held ég í Ríkisútvarpinu, ég sá ekki mikla umfjöllun það þar. Mjög skýrt plagg þar sem útlistað hvað gerist ef að viðræður við Evrópusambandið halda áfram, hver eru kröfurnar á okkur. Reynt að fela sem mestar upplýsingar og svo ég ná kjósa sumar. Þegar öllum stjórnmálamönnum ljóst að það afskaplega erfitt að efna til mikillar pólitískrar umræðu, hvað þá pólitískra deilna. Skulum sjá til með það. Skulum sjá til með það, gott. Við líka þetta viðhorf. En þetta svekkjandi og mér finnst augljóslega svekkjandi hvernig meirihlutar hafa verið myndaðir sérstaklega í Reykjavík. Á sama tíma svekkjandi hvað ríkisstjórnin hefur komist upp með að draga upp falska mynd í þessu Evrópusambandsmáli en leiði það bara áminning og hvatning til Miðflokksins að nú verði hann að standa sig, nú verði hann aldeilis að standa sig og halda áfram að vera hann sjálfur en gera bara meira því. Ég held nefnilega að Miðflokkurinn verða hægt að vera frústreraður yfir einhverju meirihluta myndunum í sveitarfélögum. Þetta miklu stærra mál. Þetta eitt stærsta mál íslensku þjóðarinnar á lýðveldistímanum. Og við hefum núna öll að einbeita okkur að því, stilla saman strengi og sjálfstæðisflokkurinn, hann alveg einarður í sinni afstöðu að við höfnum aðild að Evrópusambandinu. En ætla stjórnmálaflokkarnir að beita sér, hver verður aðkoma stjórnmálaflokkana að þessu máli? Nú þetta þjóðaratkvæðagreiðsla. Þetta ekki þingkosningar eða sveitarstjórnarkosningar. Þeir eiga að beita sér og hafa skoðun. Þeim ber skylda til þess. Umsókn aðild að Evrópusambandinu snýst framtíð stjórnmála á Íslandi
til allrar framtíðar. Þannig að þeir verða að beita sér. Og ég mun örugglega tala meira Evrópusambandið í sumar heldur en nýja meirihlutann í Reykjavík, þá ég inn á millirinn að halda þeim við efnið. En þið eigi samt að vera frústruð yfir því að yfirgefa stefningar. Við erum að koma stefn okkar í framkvæmd. Hvernig ætla Sjálfstæðisflokkurinn að taka? Ég verð að bæta henni við. Sko, flokkarnir eiga að koma inn í þetta, en það þarf meira til. Ég vona að við sjáum það sem að gerðist hérna í tengslum við ISEF, við umsóknina síðast, að það sprettu upp hópar fólks sem að eru tilbúin að verja fullveldið. Hvaða pólitísku skoðanir sem að það fólk hefur að öðru leyti? Guðrún. Ég held að það sé alveg óhjákvæmilegt að stjórnmálaflokkarnir muni beita sér með einhverjum hætti. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins er alveg klári í þennan slag og mun beita sér. Við erum 14 þingmenn, næst stærsti þingflokkurinn á Alþingi Íslendinga og ég tek undir með Sigmundi að ég held líka að það muni verða til hópar á hvorum vængnum fyrir sig sem að við munum sameinast svona svona upp á vissu marki þverpólitískt, skilur við, eftir því hvernig þessar átakur línur liggja. Það er ekki skýrar flokkslínur í þessu alfarið? Nei, ekki alfarið, nei. Þannig að ég bara finn það til dæmis í unglingahreyfingunum, þau eru eitthvað að tala saman og þannig að sko við erum samstillt í þessu máli, stjórnarandstaðan með Framsókn. Þannig að ég held að verði til alls konar hópar og það geta verið bara eins og einhverju saumaklúbbar eða við vitum ekki hvaðan það sprettur en það er best þegar það kemur frá fólkinu sjálfu í landinu. Þetta þingmáli frá. Og það er alveg sama hvar maður kemur í dag. Nú keyrði ég mörg þúsund kílómetra í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga, hitti fólk allt land. Ég hitti 2 sem vildu gangi í Evrópusambandið. Hvað heita þeir? Ég get sagt það bara að einn á Vestfjörðum og einn út á Reykjanesi. Ég hitti 2 sem voru tilbúnir til þess að rífast við mig ágæti Evrópusambandsins. En gott og vel, sérstaklega út á landi, þá fólk einhvern veginn nær raunhagkerfinu og eins og á Vestfjörðum, fyrir norðan og Austfjörðum og annars staðar að þá hafa margir lifibrauð sitt til dæmis að sjávarútvegi. Og eðlilega hefur fólk áhyggjur af því ef við göngum inn í Evrópusambandið, það mun leggja sjávarútveginn hér í rúst að mínum mati. Ég hef stundum sagt það, hefur komið til Möltu, Stefán? Nei. Á Möltu búa rúmlega 700.000 manns á landsvæði sem eins og Reykjanesskaginn. Og maður fer í alvöru bara í frí til Möltu og fyrir rútuferðir og allt og ekki stærra landsvæði heldur en það. Þar var öflugur sjávarútvegur. Einu skipin sem þú sér núna í Höfn á Möltu eru snekkjur, skemmtiferðaskip og snekkjur. Það er engin sem lifir af því að draga fisk úr sjó. Við aftur á móti höfum byggt velferð okkar lífsgæði hér í þessu landi á grunnatvinnuvegum þjóðarinnar sem byggjast á orku, sem byggjast á landinu sjálfu og byggjast á hafinu í kringu landið. Okkur ber skylda til þess að standa vörðum það vegna þess að það alltaf verið að tala um það að það þurfi að kíkja í pakkan, það þurfi að sjá hvað Evrópusambandið ætlar að bjóða okkur þegar við vitum nákvæmlega hvað Evrópusambandið ætlar að bjóða okkur vegna þess að frumgögn Evrópusambandsins eru alveg skýr. Við munum þurfa að beygja okkur undir fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Við eigum eftir að fara efnislega onni þetta hér að sumar. Nú snúum við sér að stóru myndinni, allt þetta byggs með þjóðaratkvæðagreiðsluna, prettirnir í tengslu við það, nú það frá, en stóra myndinni þessi, höfum við ennþá raunverulega trú á fullveldi landsins og lýðræðinu. Ef við höfum trú á fullveldi landsins, þá ef við ekki að fara í viðræður til þess að sjá hvort við gætum hugsanlega náð einhverjum undan þá sem engin annar hefur náð til að fá að örlitlu leyti að stjórna áfram því sem við stjórnum nú þegar en gefa á móti eftir dómsvald, framkvæmdavald, löggjafavald og utanríkisstefnu Íslands. Hvers vegna fara í slíkar viðræður? Það bara vegna þess að Þorgerður Katrín búin að vera í þessu byggsi núna í marga mánuði, meir en ár og hana var farið að skorta einhvers konar umboð til að halda áfram
að ræða við þá með óútfylltan tékka á fullveldi Íslands. Og henni finnst gaman að útdeila embættum hjá utanríkisþjónustunni. Nei, svo það bara mikið áhyggjuefni að ráðamenn þessara ríkisstjórnar, þær tala út á suður. Láttu mig vita það. Þær tala út á suður, svar ekki nokkuð sköpuðan hlut. Mæti ekki hér. Þorgerður Katrín segir að atkvæðagreiðslan snúist að klára samning. Utanríkismálanefnd segir aftur á móti að stjórnin sé ekki skuldbundin af því að ljúka samningi. Og svo mæti Kristrún Frostadóttir allt í einu og segir, heyrðu, ég mun ekki leggja fram neitt samning hér nema ég, prívat og persónlega, ég ætla að meta hann fyrir hönd þjóðarinnar. Það er innræði. Þannig að þær þurfa nú að stilla saman sína strengi vegna þess að við erum heldur ég ágætlega með okkar strengi ágætlega stilta í þessari baráttu. Það er vonandi örstutt í lokin. Hverju spáið þið? Hvernig haldið þetta fari? Ég held að þetta verði bara mjög hörð barátta. Eins og ég sagði áðan, þegar ég fer landið, þá hitti ég eiginlega engan sem vil gangi í Evrópusambandið. Við vitum að þetta verður hörð barátta. En massinn af fólki, hann er hér á höfuðborgarsvæðinu og ég hef fulla trú á íslensku þjóðinni til þess að meta það að hagur okkar Íslendinga, honum er best borgið í nánu sambandi, viðskiptarsambandi, menningarsambandi eða öðru, við sem flestar þjóðir heims og fyrir utan Evrópusambandi. Sigmundur, spátumskúlan. Augljóslega má ekki taka neinu sem gefnu, því að auðvitað ímynda maður sér að áfram sé mikil meirihluti Íslendinga þeirra skoðunar að við eigum að verja og treysta fullveldi landsins. En það sem í hönd fer er mjög takmörkuð umræða eða takmarkaði möguleikar til þess að halda upp umræði samfélaginu, en á meðan er búið að raða upp gestakomum, meintra sérfræðinga, embættismanna frá Brussel, fólks til þess að segja okkur, ekki hvað síst, í gegnum Ríkisútvarpið. Ríkisútvarpið mun beita sér í þessu? Það mun beita sér og er byrjað á því að beita sér hart í þessu. Er með styrki frá Evrópusambandinu? Er með styrki inn á gamla? Er með styrki frá Evrópusambandinu, já, og mun hamast í þessu með Þorgerði. En ég hafandi nú farið í gegnum svipað áður. Ég held að á endanum muni fólk ekki láta endalausan áróður brjóta sig og muni verja fullveldi í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, því að þetta er tímapunkturinn. Annars er búið að senda Þorgerð út með auðan tékka. Og ég held að manna fegnust, allavega ef að svarið verður nei, verði Kristrún Frostadóttir. Því að þá endurheimtir hún völdin. Annars er búið að færa Þorgerði Katrínu völdi yfir öllu á Íslandi, næstu misserinn og árin. Hún mun halda utan alla þá vinnu sem er í gangi í ráðuneytunum öllum. En ég með annars spátum hvað gerist eftir Nú ertu kosningar. spenntur og ég er spennt, þú ert svo glaður að sjá. Mér finnst öllu vötn er að farin að falla til Dýrafjarðar að því leiti að Guðmundur Ingi Kristinsson sé á leið í Samfylkinguna og verið þingmaður þar. Og þegar að búið er að nota flokk fólksins í Evrópumálinu, þakka niður í honum, og það er komin einhver niðurstaða þar, þá verði þeim flokki skipt út úr ríkisstjórninni fyrir annan. Það verði ekki miðflokkurinn. Það verði ekki sjálfstæðisflokkurinn. Ég hefði ekki haldið það fyrir að ég meirihlutinni Reykjavík, en Við skulum ekki taka talið aldrei. En ég held að innan stjórnarinnar sé löngun til þess að reyna að ná Framsóknarflokknum inn í staðan fyrir flokk fólksins. Og Lilju Alfreðsdóttur þá sem ráðherra? Já, auðvitað myndi það leiða því. Lilja mun geta svarað fyrir það. Hún verður hér gestur í komandi vikum. Flott. Þá getum við farið yfir þennan spátumðinn. Gærkvöldi sagði Óli Hinn maður að Nei-hreyfingin myndi fá 68%, en þetta eru fabulasjónir í allar átti. Við vitum auðvitað ekki neitt fyrir en ég sennilega aðfaranótt 30. ágúst. Íslenska þjóðin er skynsum, hún mun hafna þessu. En við megum ekki vera værukær. Við sjáum hvað setur. Við munum kalla hér til gesti úr öllum áttum til þess að halda þessari umræðu lifandi. Ég mun örugglega heyri ykkur áður en sumarið er úti. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Guðrún Hafsteinsdóttir, góða helgi. Góða helgi. Við erum hins vegar ekki hætt vegna þess að hér handan við hornið er áhugað samtal mitt við Marino Örn Tryggvason, fyrrverandi forstjóra Kvikubanka. Hann hefur miklar áhyggjur af stöðu Icelandair. Hlustið á þetta. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is.
Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn í Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Komið sæl að nýju. Við þökkum Guðrúnu Hafsteinsdóttur og Sigmundi Davíð Gunnlaugsssyni fyrir þeirra framlag til umræðunar bæði Evrópusambandið og sveitarstjórnarmálin. En það eru mörg stór mál í deglunni þessa dagana, meðal annars staða Icelandair sem án efa eitt mikilvægasta fyrirtæki landsins. Fyrirtækið á núna í mjög harðvítugri kjaradeilu meðal annars við flugmenn sína og það er búið að setja fyrirtækið og flugmennina í fjölmiðlabann. Þeir sitja í karphúsinu og eru að takast á það hvernig skuli haga kjarasamningagerð til næstu ára. En nú í morgun birtist á miðopnu Morgunblaðsins athyglisverð grein eftir Marino Örn Tryggvason, fyrrverandi forstjóra Kvikubanka og einn af stofnendum Arma Advisory. Hann hefur starfað talsvert fyrir Icelandair á síðustu árum í flóknum málum og hann hingað kominn og við ætlum að ræða stöðu flugfélagsins og hvaða þýðingu það hefur fyrir Íslands samfélag. Blessaður og sæll. Takk, sælir. Ég verð að viðurkenna að manni brá nokkuð við lestur þessara greinar undir fyrirsögninni maður mjólkar ekki dauða kú. Já, þetta er kannski svona svolítið aggressív fyrirsögn. Já. En þarna er ég að reyna að ná fram þessum kannski kjarna að þetta er, eins og ég horfa á það, Icelandair er mikilvægasta fyrirtæki landsins, nánast allt hagkerfið með einum öðrum hætti byggir á öflugum samgöngum og það er allir í sama báti, það jafnvel sömu flugvél í hagkerfinu að láta þetta félag lifa og dafna. Þetta er svo mikilvægt og þannig að þegar það er verið að deila hversu sem það er, að það er ekki neitt til skiptana ef félagið er ekki öflugt. Er félagið ekki öflugt þessar mundir? Jú, þetta er félagið öflugt, þetta er stærsta félag landsins og ef maður skoðar reikninginn að þá það er mikið lausafé en það breytir því samt ekki að það er búið að vera mikill taprekstur undanfarnum árum. Að hluthafar til að mynda fengu seinast greitt arð frá félaginu 2018 og það er langt síðan en þetta er gríðarlega mikið búið að ganga á svona bara ytri þættir. Við þekkjum öll COVID þegar allt flug stoppaði, svo var þar áður að þá var félagið nýbúið að kaupa fjárfesti í stórum hluta, endurnýja stóran hluta flugflotanum sínum að kaupa þessar MAX-vélar sem voru kyrrsettar. Svo er Úkraínustríðið með tilheyrandi hækkun olíuverðs og svo núna Íransstríðið. Þannig að þetta er auðvitað gríðarlega erfið, getur sagt, ytri skilyrði en það breytir því samt ekki að félagið er okkur gríðarlega mikilvægt og ég held að, eins og ég bendi á í greininni og ég held að kannski margir gera sér ekki grein fyrir hvað félagið er öflugt miðað við hvað við erum fá. Til að mynda að það er meira flug frá Íslandi til Norður-Ameríku heldur frá öllu Norðurlöndunum til samans. Það er ótrúlega staðreynd og þess vegna held ég að það sé alveg mikilvægt að fólk skilji viðskiptalíkani hjá Icelandair sem er í sjálfum sér mörguleyti algjörlega magnað, búið að taka áratugi að byggja upp og byggir á í sjálfum sér bara staðsetningu Íslands, bara vera þessi eyja í miðju Atlantshafinu og það eru þá flug frá Evrópu sem kom á sama tíma eða rétt fyrir að það er farið aftur til Bandaríkjanna. Þannig að farþegar geta flogið svona næstu því beint milli mjög margra evrópskra borgara og margra bandarískra borga. Og það til þess engin, ef við tökum bara dæmi, það er væntanlega ekki neitt markað fyrir beinu flugi frá Billund til einhverja bandarískra borga. Þannig að ef þú býr þar að þá er líklega hagkvæmasta leiðin út frá allavega tíma að fljúga með Icelandair til Keflavíkur, stoppa þar í 2 tíma og geta svo flogið til, ætli sé ekki hátt í 20 borgir eða 20 borgir sem flogið er í Norður-Ameríku. Þannig að þetta er í sjálfum sér nánast eins og kóngulóarvefur. Ef við verðum að tengja saman allir þessa punkta þá eru þetta gríðarlega margar tengingar. Og Icelandair er eina flugfélagi sem notar Ísland sem þennan tengibanka eða þennan miðpunkt í kóngulóarvefnum. En ef Icelandair myndi leggja upp laupana þá raknar þessi vefur allur upp og hann færist bara einfallega á önnur svæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Það er allavega hætt á því. Við getum allavega sagt að það er þessi langsótt að eitthvað, getur sagt, erlent flugfélag myndi byggja upp starfsemi eins og Icelandair. Að það væri, auðvitað myndi vera flogið til Íslands.
En það er spurning, þið eitthvað sem myndi nota þennan tengibanka á Íslandi sem býr til þessar gríðarlegu samgöngur og þessar samgöngur ekki, það eru oft bent á ferðaþjónustuna, hvað þetta mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna. En eins og ég vil horfa á þetta, ferðaþjónustan í sjálfum sér ekki aðalmálið í þessu. Þetta bara hagkerfið í heild. Að þú getur nánast tekið hvaða hluta sem af hagkerfinu að bara samgöngur bara eru algjör lykil þáttur, bara tökum nýjan sprota eins og bara gagnaverin. Að þegar það verið að byggja stór gagnaver þá meðalans hort til þess hversu samgöngur eru góða, bara eitthvað kemur upp á. Hvað ertu lengi að fara frá sérfræðingu frá einhverju borg í Bandaríkjunum með Evrópu að koma að gagnaverinu? Og það örugglega hluta til ástæðan fyrir því af hverju gagnaverin stærstu eru byggð upp svona nálægt flugvellinum. Þannig að annar sproti, laxeldið, að það þarf að flytja fiskinn á markað og þannig að við erum með þessa gríðarlegu tengingar í gegnum flugi þannig að eins og ég segi í greininni og ég stend alveg við það að það ekkert fyrirtæki á Íslandi mikilvægara heldur en Íslandi þannig að ég held að þetta sé algjört lykilfélag bara fyrir alla Íslendinga. En þú segir lausaféð sterkt en maður sér hlutabréfaverðið. Og maður sér tapreksturinn ár eftir ár uppsafnað tap upp á fleiri 20 milljarða. Félagið vetur setjandi miða við þessa mynd sem teiknuð upp þá þurfa hluthafar eða einhverjir fjárfestar að koma reglulega með fjármagnarninn til þess eins að tapa því? Já, ég held að þetta góð vangavelta og ég held að þetta getum alveg sagt að það engin eða allavega fáir fjárfestar sem eru til í að fjárfesta til lengdar í félagi sem tapar fjármunum. Þannig að það algjört lykilatriði að það takist að snúa rekstrinu við. Að það félög ekki öflug nema þau skili afkomu. Þannig að ég held að það bara mikilvægasta verkefni. Ef við horfum á, ekkert endilega laun flugstéttana, heldur bara laun starfsmanna almennt hjá Íslandi það þetta að horfa á það svoleiðis að hluthafar eru að borga hluta af launum starfsmanna og á þeim tíma að sækja betri kjör. Hver á að fjármagna það? Viðskiptavinir, það verið að selja þá flugfargjöld á einhverju verði, það ekki nóg fyrir kostnaðnum, hverjar sem ástæðunar eru fyrir því, en það ekki sjálfbær staða að hlutafar eða einhver aðrir fjármagnir hluta af launakostnaðinum. Það verður að ganga í félagsrekstri. Já, það verður að koma rekstrinu svoleiðis að hann sé sjálfbær og það eins og ég bendi á í greininni að ég held að það geti allir verið sammála það hversu mikilvægt félagið en sagan náttúrulega bara full af dæmum þar sem mikilvæg félög dagsins í dag verða ekki mikilvæg félög í framtíðinni, þau bara hverfa. Og þannig að mikilvægi félaga það engin trygging fyrir því að þau verið til í framtíðinni. WOW sem að fellur 2019 var gríðarlega mikilvægt þjóðhagslega fyrir Íslendinga. Við fundum aldeilis fyrir því þegar það féll í mars. Já, sem betur vorum við þá með 2 félög þegar það gerðist en eina sem tryggir rekstur félaga til framtíðar rekstur, sjálfbær rekstur. Það ekkert annað. En segja þá ekki flugstéttirnar eðlilega, við getum flogið í vélunum, haldið upp í öryggi, að vélar lendi tímanlega og allt sé áætlun, þjónustan sé góð, en það stjórnendan að tryggja það að félagið skili hagnaði. Við getum ekki borðið ábyrgð á því og við eigum að fá sanngjörn laun fyrir okkar vinnu. Ég held að þetta sé alveg sanngjarn málflutningur, ef maður orðar það svoleiðis og maður finnur það alveg þegar maður fer, bara svo þú og ég finnum þegar við förum inn í flugvél Icelandair, okkur líður bara pínu vel. Það eins og við séum komin heim. Flugliðarnir eru hjálpsamir, ég á barn sem mjög flugveikt og búin að fljúga víða. Það algjörlega frábært að koma inn í Icelandair bara hvað flugliðarnir eru hjálpsamir og góðir. Þetta öflugt fagfólk. Já, og mann líður líka vel í flugvélinni að maður treystir flugmönnunum, þannig að þetta allt rétt, en það breyti því samt ekki að félagið verður að vera rekið og svo hverjum að kenna. Að ef það á að benda á benda putt á eitthvað, en getur sagt uppbygging félaga á markaði þetta bara svoleiðis að það eru hluthafar sem eiga félagið, þeir kjósa stjórn, þeir ráða forstjóra sem skipuleggur daglega rekstur. Ef hluthafar eru óanægðir, þá láta þeir það bitna á stjórnarkjöri og stjórn getur þá tekið þær ákvarðanir sem þeir vilja, þannig að það mekanismi þar. Þannig að það bara hlutverk þá hluthafa og stjórnar
að tryggja það að félagið sé rekið eins vel og hægt er. En svo þarf að semja þetta við starfsmenn, þannig að það er svona mekanismi í þessu og allavega stjórnarformaður nýbúinn að koma og lýsa yfir trausti við forstjóra? Jú, það þykir ekki gott í fótboltanum, það þykir ávísun á eitthvað allt annað en það er kannski annað í flugrekstrinum. Spurningin er auðvitað núna út frá þessum kjarasamningum og við höfum verið að sjá augljóslega aðgerðir af hálfu flugstarfsmanna eða flugmanna þar sem að vélar hafa ekki getað komist í loft eða ekki verið hægt að manna vélar. Þetta fyrirtæki bundið í báða skó þegar að kemur að starfsmannahaldinu. Þú nú rekið mörghundruð manna vinnustað eins og Kvikubanka. Ef að menn létu illa stjórn eða hlutinni gengur illa þá kannski þú einfaldlega rekið fólk og ráðið annað eða bara alls ekki en það er ekki tilfellið hjá Icelandair. Nei, þetta er svo, þegar ég var að forstjóri í félagi, við hafði haldið fund og starfsmenn ákvaða mæti ekki. Það hefði einhverjur ekki mætti vinna daginn eftir það. Bara augljóst. Þú ert að vísa þar í fund sem að Bogi Níls hélt og... Já, var í fjölmiðlum að illa hefði maður mætt á. Það er nánast ekki mætt á. Þannig að þetta er náttúrulega, það er mjög skrítið að því að, getur sagt, hagsmunir eru sameiginlegir. Það er hagsmunir starfsmanna og stjórnanda og hluthafa að félagið gangi vel og deilur eru til þess gerðar eða leiða til þess að félagið veikist og það má ekkert við því að veikjast. Það er svo, ætla að segja ekki, kringum 4% kostnaðs flugfélags í almennu ári er olíunotkun og við sjáum það bara í fréttum hækkanir á olíuverði og það er enn meiri á flugvélabensíni heldur en olíu almennt af því að flugvélaeldsneyti í Evrópu kemur mikið til frá þarf að fara í gegnum Hormuzsund. Þannig að þetta er svakalega erfið ytri aðstæður þegar við bætum þessum deilum á sem er í sjálfum sér bara þyngri en tárum tekur. Já. Mér langar aðeins til þess að bakka til þess að draga upp mynd af félaginu eða til að átta sig á stöðu þess. Þegar COVID-faraldurinn skellur á, þá átt þú, ég leyfi mér að segja nokkuð óvænta aðkomu að þeim aðstæðum. Icelandair féll í raun og veru í þeim aðstæðum eiginlega eins og flest önnur flugfélög. Getur þú útskýrt hvernig sú atburðarás var, hvað þið var þar? Já, það var það er kannski bara svipað tilefni eins og ég ákveða að skrifa nokkur orð á blað. Þá var ég kannski í annarri stöðu. Þá hugsaði ég bara þegar COVID byrjaði og getur sagt allar flugvélar nánast setta niður á jörðina að það var alveg það sama. Ég var bara mjög hræddur hvort að félagið myndi lifa þetta af og þá, ég held ég hafi sagt í einhverju viðtali þá að þegar Íslendingar gengu undir Hákon Noregskonung á 13. öld það voru ekki tvær ástæður fyrir því, það var þess að binda enda á borgarastyrjölduna og Sturlungaöld og svo að tryggja skipaferðir og sumir segja það að kannski aðalega verið skipaferðirnar af því að Íslendingar áttu ekki skip og þá eins og nú eru samgöngur svo mikilvægar og þá Kvika var í litlum sem engum viðskiptum við Icelandair og ég þekkti, ég kannaðist við Boga og einhverja stjórnendur en þekkti þau ekkert mjög mikið og þá ákváðum við inn í Kviku að þrátt fyrir að vera í litlum eða engum viðskiptum við Icelandair að það væri bara gríðarlega mikilvægt fyrir umhverfi bankans að félagið myndi lifa af. Þannig að ég hafði samband við Boga og bauð fram í sjálfu sér aðstoð við að getur sagt endur fjármagna félagið og svona í stuttu máli að þá og ég fór þá kannski ekki mörg verkefni sem ég vann beint sjálfur að en ég vann sjálfur í þessu. Þannig ég vann eitthvað nánast hvern einasta dag í þessu marga mánuði. Þar kynntist ég til dæmis samstarfsfélaga mínum Allarafni sem við stofnuðum þetta litla félag Arma núna fyrir einhverjum 2 árum. Hann var þá að vinna fyrir Íslandsbanka sem var líka að aðstoða Icelandair. Þannig að þetta var í sjálfum sér ótrúlegu tími að það skyldi takast að safna hlutafé til þess að halda félaginu áfram. Þið söfnuðu 23 milljörðum til þess að endurfjármagna félagið. Ég veit fyrir víst að þið gerðu þetta án endurgjalds. Þið lituð á þetta sem
eiginlega samfélagsverkefni. Já, þú veist, það var í fjölmiðlum að Kvika bauðst til þess, já, það var lítið á það að það er rétt að Kvika fekk ekki greitt fyrir það, já, það er rétt. En Icelandair hefði farið á hausinn við þessar aðstæður ef ekkert hefði verið að gert. Margir veltu vöngum á þeim tímapunktum meðal annars sé hvort að á þeim tímapunktum hefði verið rétt að láta félagið gossa meðal annars út af þessari þröngu kjarasamninga stöðu sem félagið finnur sig í núna. Er ekki félagið bara einfallega með hengingar ól sig þannig að í hvert sinn sem að aðstæður bjóðu upp á það að þá endurtaka þessar uppákomur sig? Þetta er alveg réttmætar vangaveltur en ef ég bakka aðeins tilbaka því það var rætt töluvert í fjölmiðlum ef ég man rétt að þú hefur skrifað það í fjölmiðlum alltaf töluðu það hvort það væri ekki rétt á þeim tíma að gera það að stofna nýtt félag á grunni Icelandair en ef maður tekur kannski einfalda líkingu að það var matið þá og ég held hún hafi verið alveg rétt og held það ennþá að hafi verið rétt mat að það væri bara allt og mikil áhætta fólkin í því að það er viðskiptalíkan sem var búið að byggja upp í marga áratugi það hefði getað raknað upp að hefði verið, svo flugrekstur gengur mikið út og það að þú hafi rétt á lendu á ákveðnum flugvöllum, þú hefði getað mist það hefði getað verið mjög kostnaðarsamt að afla þeirra aftur og svo ef maður tekur bara svona einfalda líkingur styrjöldum, það er erfitt að berjast á allt og mörgum vígstöðum í einu. Þú veist, í þessari endurskipulagningu þá voru ansi margir hagaaðilar sem þurftu að tala við og það voru þetta fjárfæstar til að safna hlutafé, það voru fjármögnunaraðilar, þá bæði þeir sem voru með skammtíma fjármögnun félagsins og fjármögnun á flugvélunum. Lánadrottnir. Já, og svo starfsmenn og opinberir aðilar og ef maður hefði verið að bæta þessu við líka stofna félag í kringum það, stofna nýtt félag, ég held að það hefði verið bara allt og mikil áhætta. Þannig að jafnvel með eftir á vitnesku þá held ég að þetta hafi verið rétt mat. Nú eru menn að velta vöngum yfir því hvað Icelandair hyggst fyrir á Möltu, þar sem að menn að skoða flugrekstrarleyfi sem að tengjast hinnu fallna Play. Margt finnst manni nú benda til þess að aðgerðir flugstarfsmannanna lúti einmitt að því brambolti flugfélagsins. Hvað telur þú til ráða ef að menn ætla ekki að missa þetta fyrirtæki úr höndunum og þar með þessa mikilvægu tengingu út í heim bæði til austurs og vesturs? Ég held að, ef maður hugsa bara hvað er til ráða, ég held að sé kannski fyrsta að, ég held að sé mikilvægt að menn átti sig á því að menn er í sama bát, eða jafnvel sömu flugvél. Hagsmunir eru sameiginlegir og taki samtalið þaðan. Ég held í raun og veru þessi svoleiðis að ef að aðilar sem koma að félaginu í víðu samhengi yrðu, getur sagt, læstir inn í herbergi og fengi ekki að fara út fyrir að vera búin að finna út úr hvernig hlutinur ætti að vera, skynsamir aðilar myndu finna út úr því, af því að hagsmunir eru sameiginlegir. Er það ekki það sem hefur verið að gera niður í Karphús? Er ekki Ástráður Haraldsson að leiða þessa menn? Jú, það er samt, við sjáum það bara, ég byrja hvern einasta morgun að kíkja á, ég hef aldrei gert þetta áður, á brottfarir í Keflavík, sjá hvort það sé búið að cancela einhverjum flugum, og hver svo sem ástæðan er fyrir því. En þetta er, aðstæður sem er ekki boðlegar í byrjun háannar fyrir félagið og það sem er svo sorglegt að hagsmunir eru sameiginlegir. Þannig að ég svona klóra mér í hausnum yfir stöðun en svo aftur á móti, skulum ekkert vera heldur barnalega því auðvitað. Er það aldrei svoleiðis að einni í sökina þegar tveir deila, en kannski punkturinn er að deilan er svo skrítin. Það er svo skrítið að tveir aðilar sem ætti að vera sammála, ætti að vera samherjar, eru með algjörlega sömu hagsmunir að félagið vaxi og dafni af því að öflug félög geta borgað góð laun og það er bara gott að félög geti borgað góð laun, en hluthafar geta ekki gert það. Það er ekki hægt að borga góð laun þegar félög er að tapa. Það verður bara að lækka kostnað, annars lifa félögin ekki af. Þannig að ég held að það sé kannski freka punkturinn að svona, vilja íta á það var eftir ít að taka og byrja upp á nýtt, bara í samtalinu, að menn skilji svona, getur sagt, úr hvaða átt aðilarnir koma, af því að það er eins og þetta er svona svolítið skrítið að ef við myndum vera deil eins og hundur og köttur en við værum samt sammála,
Við gætum kannski gert það, en það verður hálf skrítið. Það allt hægt. Miðað við það hversu mikilvægt fyrirtækið og miðað við það hversu alvarleg staðan virðist vera út frá taprekstrinum, þessum uppákomum sem að verða vegna flugferða sem verða að fella niður, standa efni til þess að stjórnvöld grípið þarna inn í, því að þetta varðar þjóðarhagsmuni ef þú hefur rétt að standa. Já, ég bara allir. Ég held að þetta sé, kannski er ég að taka á djúpt í árunni. Ég held að málefni Æslandi sé mikilvægara stjórnvöldum heldur en innganga í Evrópusambandið. Ég held að sé meira aðkallandi. Bara mitt mat. Ég held að þetta ætti að vera aðalmálið á, getur sagt, þetta held ég mikilvægasta efnahagslega málefni bara líðandi stundar. Að ef við erum ekki með öflugt flugfélag, þá mun það hafa gríðarlega áhrif á hagkerfið sama hvar við erum í því. Svo vona að þeir beri gæfu til þess samningsaðilarnir í Karphúsinu til að ná saman þessa mikilvæga hagsmuni okkar allra. Marinó R. Tryggvason, þakka þér kærlega fyrir að rita þessa grein. Það er nú væntanlega ekki það þægilegasta sem menn gera að blanda sér inn í þessa umræðu svona. Ég segi ekki óþörfu en svona úr óvæntir átt. Takk fyrir komuna. Takk. Við erum hins vegar ekki hætt því að hér handan við hornið ætlum við að eiga samtal við öflugt fólk stafræna velferð og hvernig samfélagsmiðlar og snjalltækin eru að hafa áhrif á okkur, ekki aðeins fullorðna fólkið, heldur ekki síst börnin okkar. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýjum. Við þökkum Marinó R. Tryggvasyni fyrir samtali Icelandair og þá alvarlegu stöðu sem að teiknast upp í íslensku flugkera. Skulum vona að samningaaðilarnir niður í Karphúsi nái fljótt saman og góð lending fáist í málefni flugfélagsins. En það eru fleiri stór mál sem að þarf að taka fyrir á íslenskum vettvangi. Eitt þeirra stafræn velferð fólks, ekki bara okkar fullorðna fólks, heldur barnana líka. Þetta á við samfélagsmiðlana, tæknina almennt, internetið og snjalltækin. Ég fengi tilminninga 2 góða gesti úr ólíkum áttum sem hafa verið að fjalla þessi mál og þekkja þau út og inn. Það þau Anna Laufey Stefánsdóttir frá stafrænni velferð og Sveinn Tryggvason frá tæknivörum. Þú maður fara hér yfir þessi mál. Komið þið sæl og blessuð. Takk fyrir. Takk. Byrjaðins á þér, Anna Laufey. Við hittust fyrir ekki svo löngu síðan, tókum tal saman og fórum að ræða þessi mál. Þú starfar á vettvangi fyrirtæki sem heitir stafræn velferð, en þú átt bakgrunn í þessum stafræna samfélagsmiðla afþreyingar heimi? Já, sko, ég tölvunarfræðingur almennt og starfa síðan ég útskrifaðist síðastliðin 10 ár við það að forrita upp í ýmis snjalltæki. Og þetta eru með fleiri öppin ég kann að telja sem ég hef snert að, en þetta flest öll bara svona verkfæri sem við viljum nota eitthvað til að einfalda okkur lífið. En í þessari þróun, þegar ég að forrita upp og hanna þau og vinna með alls konar fólki í því, þá tek ég eftir því, eða sé það að við erum að alltaf reyna að hámarka notkununa, eða ekki alltaf, í sömum öppum. Af því að mörg öpp eru hönnuð bara sem verkfæri, en sum öpp eru hönnuð til þess að hámarka það að við séum sem lengst í vörunni og til þess að fanga athyglin okkar og það að við séum virkir notendur eins lengi og hægt er. Og það svona fara að renna með 2 grímur þegar ég að sinna þessu starfi, ekkert eins stórt á Facebook eða eitthvað í þáttina, en ég að sinna þessu forritunastarfi, en síðan kem ég heim og ég alltaf að rífast börnin mín og mannin minn og sjálfa mig skjánotkun. Eins og bara held ég flest öll heimili. Og þetta fer svona eins að
Já, ég veit ekki alveg hvað tilfinningar það er. Þetta er bara þessi tilfinning í maganum sem ég held að mjög margir foreldrar upplifa, þar sem börnin okkar eru ómikið í skjám, við erum ómikið í skjám, við erum hérna á biðstofu og það er allir hérna límdir fyrir fram skjáin og þessi ónota tilfinning í okkur. Síðan gerist það fyrir 2 árum að ég rekst á þessa bók sem ég ætla að gefa þér. Nú? Þú farið að eiga þessa bók. Á ég að lesa hana? Þú átt að lesa hana og ég veit að þú ert með bókaklúbb mér að segja, þannig ég bara ætla að stinga hérna mæla með henni að þetta er... Þú ert kræf. Þetta er besta bók sem ég hef lesið, þetta er bókin sem breytti lífi mínu. Þetta er Kvíðakynslóðin eftir Jonathan Haidt. Og þetta er eiginlega bókin sem fékk mig til að sjá það sem ég nú þegar vissi eða finna það sem ég nú þegar vissi. Að hafa orðin til þess að útskýra það. Að þetta, ég er kannski ekki alveg klikkuð að finnast þetta vera svolítið mikið, þetta með skjátíman. Þannig ég mæli með að lesir hana og þetta er unni skemmtileg bók af því þetta er ástæðan okkur að við síðan kynnumst. Nákvæmlega. Hún leiðir ykkur saman þessi bók? Já, það má segja það. Það sem að vakti mig til umhugsunar sérstaklega þessi mál var einmitt viðtal við höfund bókarinnar, viðtal við Jonathan Haidt, sem ég sá einmitt á YouTube einhvern tímann, þegar ég lá yfir YouTube, eins og mann gera. Og þar er hann með þannig framsetningu á þessum málum sem eins og Anna Laufey var að segja, við vitum öll að við erum of mikið í skjánum, við vitum öll að við getum verið á Facebook eða Instagram eða YouTube eða X eða hvað það nú er, jafnvel tímunum saman og tímanum gjörsamlega. Og hann færir þarna býsna sterk rök fyrir því og með rannsóknum, klínískum rannsóknum jafnvel, að þetta hefur slæm áhrif á fólk, sérstaklega á börn og unglinga og þetta er auðvitað vitneski sem er bara að verða til núna og búin að verða til á síðustu árum því þetta er það ný tækni, þessi samfélagsmiðla tækni þar sem að algrímin sem að samfélagsmiðlarnir byggja á ganga út á það að halda athyglinni, að fanga athyglinna og halda athyglinni. Þannig að eins frábær, góð og gagnleg og tæknin þá eru skuggahliðar á tækninni sem að við þurfum að vera meðvituð og við þurfum að hafa þor til þess að gera eitthvað í og þegar ég segi við þá er það fyrst og fremst við foreldrar því þetta eru það fyrst og fremst ábyrgð okkar, þetta eru það ekki ábyrgð barna eða unglinga og í rauninni ekki nema í einhver leyti í ábyrgð skóla yfirvaldi eða skóla eða kennara heldur þetta fyrst og fremst mál sem að snýra okkur foreldrum og við náðum ágætlega saman við Anna Laufey það markmið að reyna að vekja athygli á þessum hlutum til þess að vekja fólk til meðvitundar þessi mál. Og það segir hér hreinlega á kápunni, hvernig endurforritun barnæskunnar er að valda geðheilbrigðisfaraldri. Er það málið? Það er málið og hérna þetta er í rauninni tengsla, correlation. Já, samhengi. Tengsl. Á milli skjánótkunar og þá sérstaklega samfélagsmiðlanótkunar og geðheilbrigðismála. Það er náttúrulega ekki hægt að prófa þetta sérstaklega á börnum eins og með margt annað bara, þú farið hérna að vera rosalega mikið á samfélagsmiðlum og þú ekki og við ætlum að sjá hver áhrifin eru. Það er bara ekki siðferðislegt. En tengslin er að sýna okkur að það eru mjög sterk tengsl á milli skjánótkunar og mikillar samfélagsmiðlanótkunar og geðheilbrigðis. En í rauninni er líka mjög áhugavert að þessi gögn eru samt sem áður til hjá tæknifyrirtækjunum af því að þau hafa verið að gera þessar rannsóknir sjálf. Þessi stóru tæknifyrirtæki eins og Meta, TikTok, Google með YouTube og Snapchat, þau hafa verið að gera sína eigin innanhús rannsóknir þar sem gögnin sýna að þetta hafi mjög alvarlegar afleiðingar, notkunin á þeirra vöru hafi það mjög alvarlegar afleiðingar en síðan viljaðu ekki birta þessu upplýsingar en þær lágu og það var nú bara í mars núna síðastliðin þar sem dómur fjall í Los Angeles gegn þessum fyrirtækjum þá Meta og YouTube þar sem þau eru seguð það að vera bæði búin að handla vörur sem eru viljandi ávanabindandi og skaðlega börnum og að þeir vita af því og hafi ekki fylgt sínum skildum í því að vara almenning við. Er þetta bara eins og tóbaksframleiðendurnir hér fyrir árum með áratugum saman? Þetta er það. Þetta er kallað rauninni tóbaks faraldurinn nútímans og það eru fleiri og fleiri
dómsmál núna að gerast sérstaklega í Bandaríkjunum. Það var annað mál síðan í New Mexico, bara daginn áður, þar sem þau voru fundin sek það að, í Meta sem sagt, að hleypa barnaperrum að börnum, vita af því og ekki gera neitt í því. Og ég veit að við tölum það, ábyrgðin sjálfsögðu foreldrana og skólana og samfélagsins allt og við verðum að taka ábyrgð og stígu upp og krefjast þess að vörurnar séu hannar með velferð notandans í huga, af því það ekkert náttúrulögmál sem segir það að tækni sem við notum eigi að vera notuð gegn okkur, af því við eigum að vera að nota tæknina og ekki vera að nota okkur. Og við þurfum að fara að krefjast þess að tæknifyrirtækin geri betur, sé með velferð notandans og þá sérstaklega barna í huga. Af því að þetta líka fyrst og fremst á ábyrgð þessara fyrirtækja sem að hanna vöruna, þeir verða að gera betur. En hvað til ráða þar? Það stjórnvöld sem að þurfa að setja ramma eða þetta eitthvað sem að markaðurinn vil leysa með því að beina sjónum sínum eða hverfa frá þessum fyrirtækjum, yfirgefa þau? Já, það nú sem sagt, það ekki einhlítt svar við því í sjálfu sér. Menn geta haft mismunandi skoðanir. Eitthvað þarf að gera. Sum lönd, Ástralía meðal annars, og Svíþjóð og Danmörku eru líka að vinna í löggjöf sem að snýra því að banna samfélagslega miðla fyrir börn og unglinga upp að tilteknum aldri, 14, 15, 16 ára aldri. En mikilvægast líklegast að það verði meðvitund í samfélaginu, hjá foreldrum, hjá skólayfirvöldum, hjá ráðamönnum hvers eðlis málið Þannig að við fljótum ekki bara sofandi að feigða rósi, því þetta að hafa verulega mikil áhrif á geðheilbrigði okkar allra, og sérstaklega barna og unglinga. Og birtingmyndir þess eru ýmsar og Jonathan Haidt sýnir og færir rök fyrir því og með býsna afgerandi hætti í bók sinni, þessari bók Kvíðakynslóðinni sem ég mæli mjög mikið með. Það vakning meðal skólafólks líka það að vera með síma frí, að vera með síma lausa eða skjálausa skóla og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að prófa allavega hvernig það tekst. Það ákveðið vandamál í til dæmis íslensku skólakerfi hvað hlutirnir eru miðstýrðir. Það var fyrir kannski 10 árum síðan þá var mikið átak það að koma þessum tækjum inn í skólastarfið og það hefur gengið svona upp og ofan skulum við segja. Það eru ýmsir hlutir sem hafa farið á verri veg. Nú erfitt að segja, það erfitt að meta og mæla nákvæmlega hver ástæðan en ástæður þess að læsi og lesskilningur barna fer versnandi hugsanlega vegna þess að fólk bara meira í tækjunum og tækin draga að sér athygli sem ekki í samræmi við það sem þarf þegar menntunin annars því að menntun gengur náttúrulega út á það að sökkva sér í málin, sökkva sér í námsefni, að sitja yfir hlutunum og það sama melta þá, já, og það sama á við tækni á borðið gervigreind, það þegar við bæði fullorðnir og ungir og gamlir fannir að láta gervigreind skrifa tölvupósta fyrir sig, þá færðu ekki þá þjálfun sem nauðsynlega til þess að ná að meitla góðar setningar og skýra hugsun þína. Það fæst eingöngu með því að gera hlutina sjálfur. Þetta eins og fara í ræktina og þú færð ekki einhvern botta, einhvern róbot til að fara í ræktina fyrir þig, þá verður ekki hraustur á því. Þannig að við þurfum sjálf að vinna vinnuna. Þú segir að við verðum að vinna. Anna, þú hefur verið að fara í skóla að ræða við börn og foreldra, veit ég. Já. Og við erum mörg foreldrar og við stöndum frammi fyrir ýmsum áskorunum við þessu. Börnin eldast, maður vill hleypa þeim að tæknina þannig að þau skilja og kunna á hana. En foreldrar ganga heldur ekki í takt. Maður á barn og vinir þess eru kannski 10 ára gamlir, komnir með iPhone eða einhver slík tæki, eru inn á TikTok, jafnvel þó að reglur fyrirtækisins kveða á að svo sé ekki. Það verður að fara inn á fölskum forsendum, opna aðganga með röngum aldursstaðfestingum og slíku. Það erfitt að verjast þessu þegar að hluti samfélagsins einhvern veginn lætur sér þetta í létturúmi liggja. Hvað til ráða þar? Já, þú spurðir áðan hvort það þurfti að vera eitthvað svona löggjafir eða markaðar myndi sjá þetta. Ég tel í rauninni að það sé hvoru tveggja. Jonathan Haidt talar til dæmis í bókinni samstaða skiptir lykilmáli samstaða foreldra og hann kemur með 4 viðmið sem við sem samfélag getum fyllt eftir ef við bara stöndum saman til þess að bara laga megin þorran af þessum vandamálum.
það væri að tefja það að gefa börnum snjallsíma fyrir 14 ára aldur, samfélagsmiðla fyrir 16 ára aldur, símafrí í skólum og síðast en alls ekki síst er að gefa börnum meira frelsi og ábyrgð í raunheimum. Leifum börnunum að fara út að leika. Opnum sundlaugarnar til 12 eða eitthvað. Gefum þeim þetta rými af því að ástæðan okkur þau eru að fara í tækin. En þetta er eini staður sem við erum ekki að hanga yfir þeim. Þau vilja bara fá að vera svolítið frjáls og leika sér frjáls. Gefum þeim þetta rými í raunheimum, leifum þeim að vera ábyrgð og leika sér. Og þá líka eflast bara frjálsleikur yndislegur fyrir börn, bara eflast ímyndunaraflið og þau læra miklu meira á því heldur en nokkuð tíman í þessum tækjum. En ég tel samt sem áður að það þurfa að koma einhvers konar löggjafir, til dæmis eins og Ástralía er búin að gera þegar kemur að samfélagsmiðla aldurstakmörkum, af því að þetta er bara einfaldlega það skaðlegt börnum. Við bara vitum það. Og þegar eitthvað er svona skaðlegt börnum, þá setjum við reglur það. Við erum með aldurstakmarkir og sígarettur eða áfengi. Við fullorðna fólki, við megum nota þetta, en það er okkar ábyrgð og við þurfum að læra að nota þetta á ábyrgan hátt. En við getum ekki sett þá ábyrgð á börnin okkar. Þau hafa ekki getuna til þess að bera ábyrgð á þessu og við erum að setja of mikið á börnin okkar þarna. Þannig að þegar ég tala við foreldra og börn, þá er með foreldrana þá er það aðalega þessi samstæða. Þau eru öll til í þetta, þau vilja þetta öll, en það þarf bara einhvern veginn að samræma foreldrana saman. Og börnin, það er rosalega áhugavert að tala við börnin þetta. Þau klaga foreldra sína rosalega mikið. Þau elska sérstaklega þessi yngri. Þau elska að tala um það hvað við erum mikið í símanum. Við verðum að sýna líka frumkvæði og vera fyrirmyndi fyrir börnin okkar og vera aðeins meðvitaðir okkar notkun, af því að þetta fer líka bara fyrir brjóstæðum. Þau finnst þetta leiðilegt. Og úlingarnir, það er mjög gaman að tala við þau, af því að þau hafa svo mikla innsýn inn í þetta. Þau myndi ekki gefa börnunum sínum snjallsíma eða samfélagsmiðla. Þau sjá þetta alveg. Það bendir hver á annan þarna? Já, ég hélt fyrst þegar ég fór að tala þetta og hafa áhyggjur af þessu, að þetta væri náttúrulega bara vandamál barnanna. Við þurfum bara að koma börnunum úr þessu tækni, úr samfélagsmiðlunum og einhvern veginn bara taka handbremsuna. En þetta er ekki bara þeirra vandamál. Þetta, við sjáum ömmurnar og afanna, þau get ekki hægt að skrolla og við fullorðna fólki, við erum alveg í eins slæm. Þannig að ég myndi segja að það þarf að vera eitthvað svona sameiginlegt átak meðal foreldra og vitundavakning, en síðan þarf líka að koma eitthvað svona löggjöf þegar kemur sérstaklega samfélagsmiðlum. Síðan eru til lausnir eins og Balance Phone sem ég langaði að segja þér frá líka. Og það er nýji síminn minn sem er sími sem er núna komin í sölu á Íslandi sem lokar fyrir alla samfélagsmiðla, alla tölvuleiki, streymisveitur, klám, veðmál, meira sér dating eða stefnumóta upp. Og þannig ég get núna nota tæknina sem verkfæri sem ég vil að það sé. Hvað er eftir? Það er allt annað eftir. Ég kemst inn á bankaöppin mín, inn á Google Maps, ég kemst inn á fréttaveiturnar og Gmailið mitt og allt þetta, það er Strætó-appið og Abler og öll þessi app sem við viljum nota sem eru verkfæri. Af því að tæknin er ekki slæm. Þetta er magnað verkfæri, þessi snjallsími sem við eigum og við viljum geta notað hann og við eiginlega verðum að geta notað hann í nútíma samfélagi. En ég er núna bara komið ákveðið frelsi í minni notkun af því að núna er ekki þessar truflanir að trufla mig þegar. Hvernig virkar þessi sími? Er eitthvað fyrirtæki sem forritar hann þannig að þeir vinsa út þessi atriði sem að þú talar um? Já, það er stýrikerfi sem heitir Balance OS sem er sett inn á síman í gegnum Nox sem þú veist allt um. Og þá er það búið að í rauninni taka stjórn yfir síman og blokkar allt svona sem útilokar öll svona upp líka í vefafra. Og meiri segja er núna komin út fítus að í Spotify, að því að inn á Spotify þá er hægt að horfa á podcast með myndbandi og það er meiri segja eitthvað stuttmyndband komið þannig, en núna lokar stýrikerfið myndbandin og þú getur bara hlustað. Fólk kan meðal annars að horfa þetta viðtal hér á Já, Spotify. Þannig að ef það væri núna í þessum síma þá getur það hlustað, en það er ekki að horfa. Nei. Og þetta er búið að frelsa mig rosalega mikið, af því að við höfum talað svolítið mikið um þetta. Við erum frekar ólík við Sveinn. Ég er snjallsíma fíkill. Ég hef átt rosalega erfitt með að hætta með samfélagsmiðla. Ég hef tekið Facebook út úr símanum mínum örugglega svona 30 sinnum. En enda alltaf að fara aftur inn í vefafra, skoða þar, svo endanum næ ég bara aftur í appið.
Hins vegar hann Sveinn hérna, hann aðeins öðruvísi. Já, ég eftir þetta viðtal sem ég sá við Jonathan Haidt hérna fyrir hálfu ári síðan eða svo, þá ákvað ég að prófa það, að taka út alla þessa samfélagsmiðla og alla þessa miðla sem eru að reyna að fanga og halda athygli minni. Ég tók það bara út úr símanum minn og það virkaði ágætlega fyrir mig. Ég gat gert það, ég gat haft stjórn á þessu. En fólk þetta bara mismunandi og þannig að fyrir suma er nóg bara að gera þetta, fólk getur gert það sjálft að taka þetta út. En fyrir fólk eins og önnu sem að kannski á erfiðar með að halda þessu, þá svona lausnir í boði. Hvernig virkar þetta NOx-kerfi og annað? NOx í rauninni, má segja, svona öryggislíf utan hjá Samsung, það sem er notuð til þess að stjórna í rauninni símtækjunu og þessi hugbúnaður, Balance OS frá þessu spænska fyrirtæki, hann sem sagt settur inn bara leið og kveiktar á símanum þegar hann kemur upp á kassanum, þá fer þessi hugbúnaður inn í tækið og gerir þessar hluti sem að annarlega verið að lýsa, sem sagt lokar á þetta efni sem er annarkot skadlegt eða til þess að halda athyglinni og það ómögulegt að hakka sig í gegnum það. Það búið að reyna það margoft bæði hér heima og víða annars staðar erlendis að reyna að hakka sig í gegnum þetta og það ómögulegt að hakka sig í gegnum þetta. En mikilvægast þetta ein af lausnunum sem hægt að bjóða upp á og Balance Phone frábær lausn fyrir fólk eins og þig, Anna, eða fyrir börn og unglinga það sem foreldrarnir leyfa og vilja að börnin séu með síma án þess að leggja geðheilbrigði þeirra að veði. Það til ýmsar aðra lausnir en mestu máli skiptir og það sem við Anna alveg sammælumst það að vekja athygli á þessu. Þannig að foreldrar og aðrir sem málið varðar gerir sér grein fyrir hvers eðlis málið er. Þú ert að flytja inn Samsung síman á Íslandi, eins og alþekktur orðið. Þú ert að flytja inn tækin sem eru hliðið að þessum hryllingi því sem veldur þessum hryllingi. Já, og þess vegna rennur mér blóðið til skyldunar. Það hins vegar margt frábært við tæknina og tækin sjálf eru ekki vandamálið, eða tæknin sjálf ekki vandamálið. Þetta alveg eins og með skriffæri, með blýantin. Það að nota blýant til að skrifa ástarljóð og reikna stærðfræði og gera marga fallega og gaglega og góða hluti. En það líka hægt að skrifa níðvísur eða leggja einelti með pennanum. Þannig að þetta tvíeggja eins og með svo marga aðra hluti. Og eins og með marga hluti í lífinu almennt, þá eru þeir fínir og góðir fyrir fullorðið fólk í hófi, en eiga ekkert erindi við börn og jafnvel ekki unglinga. Og við þurfum að hafa meðvitund það hvernig þessi tækni, þessi hlutir eru kynntir til leiks í líf barna og unglinga. Og eins og Jonathan Haidt bendir á í bóksinni, þá höfum við svolítið verið sofandi því að á sama tíma og fólk var hrætt börnin sín í raunheimum, vildi ekki hleypa þeim út í frjálsan leik vegna þess að þau voru hrætt vegna umferðar eða vegna einhverjar annarar hættu í hinum físiska heimi, að þá leyfðum við börnunum að fara inn í herbergi með svona tæki og samfélagsmiðla sem hefur sýnt sig að hafa mjög mikil áhrif á þeirra líðan og þeirra geðheilbrigði. Og þessar hluti bara alla í heilsinni þurfum við bara að vera meðvituðum og gera eitthvað í og Balance Phone ein leiðin til þess að takast á við þetta, en meðvitund fyrsta skrefið og mikilvægasta. Meðvitundin lítur að fullorðnu fólkinu. Þú hefur líka verið að fjalla notkun samfélagsmiðla inn á vinnustöðum og annað slíkt í þeim að því tagi. Hvernig horfir það við? Er hægt að eiga samtal við okkur fullorðna fólki sem límd við þessi tæki eða hvar sem við erum, hvort sem við erum út að keyra eða í verslunum eða annar staðar? Við erum komin eiginlega styðst í þeirri umræðu það hvernig við fullorðna fólki eigum að bara aðeins að líta inn á við og taka ábyrgð á okkur notkun eins og á vinnustöðum að það fyrir mitt leyti, ég fann rosalega mikið fyrir þessu fyrir nokkrum árum þegar ég var að forrita að ég var farin að fjölverka vinna, það rétt? Ég vil ekki sletta. Þú var hann að multitaska? Multitaska, fjölverka vinna. Gera marga hluti í einu? Já, alltaf að hlusta á eitthvað meðan ég er að vinna eða maður alltaf að skoða e-mailið mitt, alltaf hvort sem samfélagsmiðlar eða einhverja aðrar truflanir. Við erum alltaf að skipta athyglin okkar upp og hún alltaf að brotna niður.
við erum alltaf erfiðara með að einbytta okkur. Ég held að þetta gæti verið stór hlut af því að við séum öll bara alveg að brenna út, að við erum allan daginn að skipta athyglinni okkar upp á brjótina. Í rauninni besta leiðin til þess að vinna upp athyglinni okkar aftur og fá svona hugarró og einbendingu, það er til dæmis að lesa. Og það er þannig að ekki lesa á síma eða spjaldtölu, heldur að lesa í bók. Þannig að ég mæli alltaf með fyrir fullorðna fólki og börn að sjálfsögðu líka, er að taka til með síman út úr svefnherbergjunum. Það er bara, ef það er eitthvað sem áhorfendur er að pæli að gera, hafa áhyggjur af þessu, fyrsta skrefið, takið símana út úr svefnherbergjunum. Þegar kemur að börnum og úlingum, vondir hlutir gerast með símum inn í svefnherbergjum á nóttunni. Fyrir fullorðna fólki, við sofum verr, það er ekki gott fyrir reitt okkar að skrolla rétt fyrir háttinn, það er ekki gott fyrir hjónabönd heldur, við erum snúum bak í bak og erum að skrolla í sig fyrir heiminum, komum bara með koddatalið tilbaka, settu bók á náttborðið þitt í staðin fyrir síman og ef þið vantar vekjarklukku, þá getur þú bara keypt þér vekjarklukku, það kosta ekki mikið. Það er alltaf afsökunin sem maður heyrir. Samsung, Sveinn, þú þarft að flytja inn Samsung vekjarklukkur. Já, sem er ekki Wi-Fi tengdar. Já, eða bara fólk getur keypt það einhvern annan stað. Ég þarf ekki að selja þeim allt mann. Þú hefur verið að fjalla þessu mál líka á vettvangi hlaðvarpanna. Já. Fólk vil kynna sér þessi mál á dýptina. Já, ég og samstarfskona mín, Kristín Sævarsdóttir, við, það fyrsta sem við gerðum, það fyrsta sem ég gerði þegar mér langaði bara að tala um þetta. Hvað gerir móðir á Íslandi sem hefur áhyggjur af ykkur svona málefni? Hún er sjálfsög opnar Facebook-hóp. Þannig að það var það fyrsta sem ég gerði. Þannig ég bjó til Facebook-hópin Kvíðakynslóðin, stöndum saman og minnkum skjánotkun barna. Þannig ég mæli með að kíkja þangað inn. Nýta skjátíman í það. Akkurat, það er góð umræða þar inni. Og hvað er það næsta sem móðir með áhyggjur samfélagslega málefni gerir? Það er að sjálfsög að byrja með hlaðvarp. Þannig við búum til hlaðvarpið Raunheimakastið. Þar sem við förum í saumana á þessu málefni mjög á dýptina. Tölum við alls konar sérfræðinga, kennara, sálfræðinga og fleira, líka bara fólk sem hefur mikinn áhuga á þessu málefni og hefur eitthvað til málun að leggja. Þannig að fyrir fólk sem hefur áhuga á þessu málefni þá mæli ég með að hlusta á þetta hlaðvarp. Ég er afbæða gott, þá ekki segja sjálf frá. Absolutt, mjög gott. Ég tekið undir það, margt fróðið sem þar kemur fram og sem opnar augum hans fyrir hlutum sem maður hafði ekki átt að sjá. Ég hef greinilega verkefni inn í helgina, lesa kvíðakynslóðina. Ég verð allavega ekki í símanum á meðan. Tekur símanum svefnherberginu líka. Já. Anna Laufey og Sveinn, þakka ykkur kærlega fyrir komuna og vonandi að sem flestir hlusta á þetta og taki það til sín því að þetta er stórt samfélagslegt verkefni sem við eigum framöndan. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Þá þakkum við fyrir samfylgdina þennan ágæta föstudaginn á vettvangi spursmála. Við verðum hér að viku liðina sjálfsögðu. Það er margt að ræða og verður margt að ræða hér í allt sumar, ekki síst í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna fyrirhuguðu þann 29. ágúst. Við munum hins vegar halda áfram með bókaklúbbinn líka. Við vorum fyrir vikuna að ræða við Guðna T. Jóhannesson áhugaverða bók sem hann ritaði hluta af þorskastríðunum sem við háðum hér á 7., 7. og 8. áratugnum. Nú ætlum við að taka fyrir aðra bók. Hún er eftir Murakami sjálfan og heitir What I Talk About Running. Það eru allir að fara út að hlaupa núna í aðdraganda Reykjavíkurmaraþonsins sem að fer fram í síðari hluta ágústmánaðar. Þá er gott að lesa þessa bók. Hún er áhugaverð í meira lagi. Hún er hins vegar ekki komin til landsins. Hún kemur til landsins miðja næstu viku og verður þá komin í pennan og verður þar á sérstöku tilboðsverði fyrir klúbbfélagana í bókaklúbbi Spursmála. Góða helgi.